Atvinnusjúkdómur þeirra sem starfa á fjármálamarkaði overconfidence. Sagan ekki ákvörðuð, hún óviss og þess vegna á að hugsa í sviðsmyndum en ekki líklegustu niðurstöðu. Þú sem forstöðumaður fjárfestinga, hvernig þú að hugsa í sviðsmyndum fyrir bara árið 2020? Eða 2022 fyrir ekki? Ég hef mikinn áhuga á vöxtum og mikinn áhuga á verðbólgu og það eru tvær sviðsmyndir sem að ég tel líklegastar framöndan. Góðan daginn allir saman. Velkomin að tækjunum. Mig langaði til þess að gera þátt þar sem að efnahagsástandið í dag væri sett í örlítið samhengi. Það virðist vera óreiða í öllum hornum, fasteignamarkaður, hlutabréfamarkaður, hrávörumarkaður og rafmyntamarkaður. Það þarf ansi góða yfirsýn til að ná utanum þetta allt saman og mörg ár í bransanum til þess að setja þetta í samhengi, svo ég hefði samband við Þórð Pálsson, forstöðumann fjárfestinga hjá Sjóvá og fyrrverandi yfirmann greiningadeildar Kaupþings. Þórður stýrir tugmilljarða eignasafni Sjóvá og ekki bara viðskiptafræðingur heldur líka heimspekingur. Komst að því eftir spjallið, skemmtileg staðreynd. Þórður tók vel í hugmyndina að svara spurningum sem ég hafði þessi mál og sömuleiðis spurningum frá hlustendum þáttarins, en ég opnaði fyrir spurningar á Instagram aðgangi mínum. Þar sem þið gátu skotið spurningum á Þórð og ég reyndi eftir fremsta megni að fá hann til þess að spreyta sig á þeim flestum. Þegar þessum þetta lokið ættir að vera að koma með betri skilning á hvað gerðist á mörkuðum þegar COVID skall á og hvað var í gangi á mörkuðum áður en COVID skall á og í síðustu uppsveiflum. Áhrif stýrivaxtalækkana og af hverju lækkun vaxta ekki ókeypis hádegisverður. Verðbólguspá Þórðar fyrir næstu árin. Hvað gerist í efnahagslífinu þegar það verðbólguskeið? Á almenningur séns á hlutabréfamarkaði gegn fagfjárfestum? Efnahagsleg áhrif stríðsins í Úkraínu og af hverju þau eru miklu alvarlegri en nokkuð tíman COVID? Peningaprentun og staðan sem Seðlabankinn komin í? Fasteignamarkaðurinn, erum við í bólu, fólk að kaupa toppinn, hvað mun gera hagvöxt næstu ára, rafmyndir og fleiri sviðsmyndir í heiminum. Ef þið hafið gaman að þessu tali, þá máttu followa þáttinn á Spotify eða öðrum podcastveitum og það sakar ekki að gefa einhvern. Nema hún sé hræðileg. Ef þetta einna stjörnu þáttur, ekki þá gefa einhvern. Sendu frekar tölvupóst á Þórð og komum sökinni yfir á hann. Við Þórður eigum það svo sameiginlegt að vera áhuga menn ólympískar lyftingar en líka aðdáendur þess að fá hluta iðgjalda okkar endurgreidda ár hvert ef við erum tjónlausir. Sjóvá bjóða nefnilega viðskiptavinum í stofni vegaaðstoð, afslátt af barnabílstólum og eins og áður segir endurgreiðslu iðgjalda ef við erum tjónlausir ár hvert. Þetta meðal annars ástæðan fyrir 5 árum af ánægðari viðskiptavinum tryggingafélaga samkvæmt íslensku ánægjuvoginni. Sjóvá tryggir ánægðari viðskiptavini. Ef þú ert svo að skoða og meta fjárfestingarkostiðina þessa dagana þá eru íslensk verðbréf óháð fjármálafyrirtæki sem veitir viðskiptavinum sínum aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingarkostum í gegnum sjóði og eignastýringu. Viðskiptavinum íslenskra verðbréfa býðst að nýta sér sérfræðiþekkingu á sviði fjárfestinga með kaupum í innlendum og erlendum hluta- eða skuldabréfasjóðum eða með kaupum í eignastýringasjóðum sem veita aðgang að mörgum eignarflokkum. Athugaðu hvaða leið henta þér. Það mjög auðvelt að hafa viðskipti í gegnum síðuna ivaf.is. Það eina sem þarf rafræn skilríki. Svo ætla ég að segja frá kostum stuðningslífa en þeir eru að geta dregið úr frekari meðslum, veita stuðning og þrýsting á bólgur og verki og þar veita lækningalega hlýju og þar leiðandi auka blóðflæðið. Protex stuðningslífar og spelkur eru með fjölbreytt vörúrval úr teygjanlegu efni og neoprín efni sem henta vel til vinnu, íþrótta og hversdagslegrar notkunar. Protex vörurnar fást í öllum helstu apótekum landsins. Svo það 25%, betur þekkt sem 1/4 og það afslátturinn sem þú færð af Tufte Bambus ullarfötunum frá Eirberg. Það alltaf tilefni fyrir bambus og merino ullar blandaðan útivistarfatnað eða ætla að búa á þessu landi, svo þrjusið ykkur inn á eirberg.is og notið afsláttarkóðan SNORRIT fyrir 25% afslátt. Verið snöggaði því að kóðin gildir út mars. Toppurinn. Rúta af þessum ferska, kolsýradrykk staðalbúnaður í matakörrum landsins. Toppur framleiddur samkvæmt ítrustu geðakröfum því að þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það þá vel. Ég mæli með að þið opnið slíkan, helst með eplabræði áður en þessi þáttur fer af stað sem í rauninni næsta mál á dagskrá. Þórður Pálsson í yfirgripsmikilli umræðu efnahaginn í dag. Gjörðu þið svo vel. Þórður Pálsson, ertu hjartanlega velkomin. Takk að kælega fyrir, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara heiður að fá þig. Þetta ansi stór umræða sem við erum að fara að tekla hérna. Þannig ég hafði hugsað mér að byrja hana á því að akkurat núna eru í kringum 32.000 Íslendingar á hlutabréfamarkaði. Þeim fjölgaði 11.000 á einum mánuði í kringum hlutafjárútboð Íslandsbanka í fyrra og 2010 voru sér aðalar undir 5.000 en fyrir hrun voru þeir rúmlega 50
50.000 og ég mætti alveg gefa mig það að þessi auðveldara fjárfesta í dag heldur en þá fyrir hrun 2006-2007 með bara snjallsímum og allir þessari tækniþróun. Getur þú aðeins sett fyrir mig í samhengi þessi síðustu 2 COVID ár við bara síðustu uppsveiflur eins og fyrir hrun og .com-bóluna og þess að þar? Ja, þetta góð spurning og sko þegar maður horfir á þetta í svona samhengi og það sem hefur verið að gerast það að við hrunið 2008 að þá verður þetta fólk fyrir mjög miklu fjárhagslegu tjóni á hlutabréfamarkaði og síðan verður þetta algjör sko hrun á tiltrú á markaðinum sem að markast þetta miklu leyti á þessum rannsóknum og efnahagsbrotum og öðru slíku og ég held reyndar sko að menn hafi svona málað hlutina allt og dökkum lítum eftir hrunið, kannski hort meira á gallana heldur en svona það sem að gerði sem að var jákvætt, sem að vissulega var mjög mikið, en kannski koma aðeins aftur að því síðar. Það sem að gerist það að markaðurinn verður fyrir þessu gríðarlegu áhugaleysi og ef við ætlum að horfum á önnur lönd sem hafa gengið í gegnum fjármálakreppur, Svíþjóð, þeir hafa lentu þetta í nokkrum hrunum, fyrst þannig að kreppan hvað var það 92-94 og svo aftur í .com, en þeir aftur á móti hafa alltaf haldið í miklum áhuga almennings á markaðnum og Svíþjóð það land í heiminum sem að er mest þáttaka almennings á hlutabréfamarkaði. Í heiminum? Í heiminum og hefur verið og samkvæmt svona síðustu rannsóknum sem ég sá, kannski ekki alveg uppfærað, ég veit ekki alveg hvernig staðan er núna, þá var það líka Svíþjóð það land sem að yfir 100 ára tímabil hefði skilað mestri ávöxtun í hlutabréfum. En ef við kannski horfum aðeins á það sem að gerðist og kannski hvers vegna hlutabréfamarkaður mikilvægur, vegna þess að hlutverk hans er ekki bara að fólk ræði, heldur líka stuðla að öflugu efnahagslífi. Og ef við horfum á úti núna fyrst að það vita allir að Kaupþing glitnir og Landsbankinn fara á hausinn. En þar með þetta ekki öll sagan sögð vegna þess að fyrir hrun að þá voru ýmis fyrirtæki sem að sóttu sér fjármagn á markaði og hafa skilið eftir sig alveg ótrúlega glæsilega sögu. Það má alltaf fyrst nefna sko Össur sem eru ennþá í mjög góðum rekstri í dag og ég man ekki alveg sko hvað síðasta gengið í íslensku krónum en gengið á Össur væntanlega einhvers staðar norðan við 1000 krónur og það fór á markað 1999 á genginu 24 krónur. Annað fyrirtæki sem Marel sem Apple okkur Íslendinga það fór á markað held ég í kringum 1992 og þá treytuðu bréfin lengi vel kannski á 1 krónu og gengið núna give or take 800 krónur. Fyrir það í alveg á 1 krónu? Já, það var selt lengi vel á 1 krónu. Mér minna að vera stofnað 86 og fara á markað markað 92 og þá var eða þá væntanlega opna tilboðsmarkan sem þá var kannski áður og þá treyta alveg lengst niður í þannig að það verið fenómenal ávöxtun á því. Nú síðan Pharmaco sem saman síðan Delta sem opna tilboðsmarkaðnum og nýtti sér síðan aðgangað fjármagnsmörkuðum á Íslandi til þess að byggja sig upp bæði með því að kaupa Balkan Pharma í Búlgaríu og ýmis önnur fyrirtæki og það var síðan hryggjarstykkið eða mjög mikilvægur hluti í Teva sem í dag stærsta samheitalyfja fyrirtæki í heimi. Nú annað fyrirtæki Bakkavör sem jafnframt var stofnað held ég bara í bílskurkringum 86 og nýtti aðgang af fjármagnsmarkaði til þess að stækka með sameiningum og yfirtökum erlendis og það það í dag skal ráði í Kauphöllina í London og gríðarlega öflugt fyrirtæki. Önnur fyrirtæki sem kom inn í gegn var Alfeska sem enda líka að stækka með yfirtökum og starfsemin ennþá til þannig að hlutabréfamarkaðurinn var mjög vel nýttur fyrir fyrirtæki til þess að stækka og virkur hlutabréfamarkaður þetta sko mörgulítið nauðsyn til þess að geta staðið að því þannig
að ég held að svona einhvern veginn að þessi, hvað maður segja, dvali sem að hlutabréfamarkaðurinn fór í að svona fólki kannski aftur að sjá hlutina svona, sjá jákvæði hlutina líka, ekki það endilega að sé að gleyma það sem að misfórst og ég vona og reyndir algjörlega vissum það að fólk hafi lært mikið af því en til þess að læra eitthvað maður nýtir ekki lærdóminn, þannig að það ég held að sé mjög bjart framundan núna fyrir íslenskt atvinnulíf. Ok, en þannig þegar fólk að horfa á hlutabréf, eins og ef við erum að horfa á þess að sveiflu í bara þáttöku á hlutabréfamarkaði, ég meina þarna fer að úr 50.000 fyrir hrun niður í 5.000 2010, ég meina það er nú hressileg lækkun. Þarna held ég fólk ekkert endilega að hugsa atvinnulíf og hvernig það getur lagt inn á einhver fyrirtæki til þess að stækka og vaksa, ekki bara hugsa sjálfsitt og reyna að ávaksta sparnaðinn sinn, eða í rauninni ávaksta sitt fé. Jú, að sjálfsögðu og þá þurfa og það alltaf bara eins og á öðrum mörkuðum sko, að með því að fólk hugsi sjálf sig og þá þetta þurfa fyrirtækin að bjóða upp á spennandi fjárfestingarkosti og þeim hvatning og þá það auðvitað en hvatning að vita því að þær hafa aðgang að stórum fjárfestahópi sem tilbúið að bakka upp góða hugmyndir og eflir þá þetta þessum fyrirtækjum þor og áræði, þannig að það nákvæmlega þannig. Ok, en út af þú nefnir þarna Marel 1 króna, ég minna það fyrir upp í hvað það 800 eða 700 krónur núna þegar þetta viðtal tekið upp. Sko, þá kemur spurningin raunverulegt virði og bara svona til þess að nefna hluti sem að stækka, ég meina þegar að COVID skellur á í mars 2020 þá sem dæmi Origo á 21 krónu og núna 75, þannig að þetta búið að rúmlega 3,5-faldast. Arion var í 68 og núna í 190, tæplega þreföldun. Stökk einhver inn bara og tók svona hressilega til í rekstrinum á þessum fyrirtækjum þegar COVID skall á og þau eru svona hrikalega produktív í millitíðinni eða hvað að gerast þarna? Það eru nokkri þættir held ég sem að skýra þetta og við vitum við aldrei með neitt vissu sko hvort að levelið eða sko verðlagið og fyrirtækjum sé rétt eða ekki, en það er nokkri þættir sem skýrta. Þegar COVID skellur á og þá markaðurinn búin að vera flatur á Íslandi í 3 ár. Það var gott ár 2015, það hækkaði töluvert, svo hækkaði var þetta miklu leyti drifin af Icelandair og svona fyrir hluta ársins, seinni hluta ársins af Marel, þeir keyptu fyrirtæki minnum í Hollandi MPS sem var gríðarlega vel heppnuð yfirtaka en ef þú horfðir á markaðan 2016 til 2019-20 eða svona frá miðju ári eða í lok árs 2016 þá var vísitalan algjörlega flöt og tókst Marel út sem var þá orðið langstærsta fyrirtæki í vísitölunni, þá var vísitalan niður. Þannig að það má auðvitað alveg færa rök fyrir því að verðlag fyrirtækjana var orðið tiltölulega lágt. Síðan annað sem hefur gert frá því COVID, bæði alþjóðlega og sérstaklega kannski alþjóðlega, það að vaxtastig lækkaði mikið. Áhrifin sem að það hefur verið það að virði allra eigna, bara hvað sem það hlutabréf, skuldabréf eða fasteignir annars líkt, það vænt tekjustreymi að þessum eignum inn í framtíðina fært til núvirði smiða við vaxtastig og svo eitthvað áhættuálag. Segjum til dæmi sko að það klassiska dæmi sko hvort viltu 100 krónur í dag eða 100 krónur eftir ár. Þú vilt að þetta frekar í dag vegna þess að þú getur lagt það inn á banka og eftir ár áttu sem kannski 103 krónur með vextina. Og 100 krónur verða minna virði í framtíðinni, jafnvel þó þessi sömu 100 krónur. Já, en sko, ef að sko fórnarkostnaðin þessar 3 krónur að þá til þess að vera jafnsettur, að þá það 100 krónur eftir árið eða 97 krónur í dag. Eftir því sem að krafan, sem sé, vextirnir lækka, því minni verður alltaf munurinn á virði í framtíðinu og nútíðinni. Og virði fyrirtæki séru sko á þennan hátt núvirtar arðgreiðslur inn í framtíðina og við það að vaxtastig lækkaði þá verða þessa arðgreiðslur sem verða langt út í framtíðinni miklu meira virði í dag.
Þannig að það einn þáttur sem að skýrir hvers vegna hlutabréf hefur hækkað, það tengist þessu vaxtastígi. Einmitt. Og en síðan auðvitað það að COVID hefur farið allt öðruvísi heldur en kannski menn byggust við. Sko, en bara út af þú talar lægðina í hlutabréfamarkaðunum árin fyrir COVID og þú sagðir að mögulega verði undirverðlög fyrirtækin. Var mögulega ekki bara þau rétt verðlög en fyrirtækin bara ekki að gera nógu vel? Ég meina, hvað segir að þau hafi verið undir verðlög? Voru þau alveg að standa sig en samt metur það þannig núna að þau ættu kannski að hafa haft hærri verð með það? Sko, það alveg möguleiki að þau hefur verið rétt verðlög það og rámt núna. Maður veit það aldrei fyrir víst en við sjáum alltaf eins á einu sem að við getum notað sem svona til þess að reyna að meta þetta, það eru verðkennitölur og fyrir COVID, bæði í sögulegu samhengi og alþjóðlegu samhengi, þá voru þær tiltölulega lágar. En hvort það áttu skýraði við eitthvað herri, það veit ég ekki frekar en þú eða nokkur annar, en við kannski getum skoðað tilbaka, ég geti hittið aftur eftir 5 eða 10 ár og við getum farið yfir spurningu aftur. En þannig það sko, það veit ég ekki frekar en nokkur annar og ekki þú heldur, en samt eru að hrúast inn þúsundir manna á hlutabréfamarkað sem að spekulata á þetta. Og það í náttúrulega miðjum heimsfaraldri, ef svo má segja. Það skellir á eitthvað áfall og allt bara allir komnir inn á hlutabréfamarkaðinn og ætla bara styrkja Icelandair í endurupprisusinni. Það vegna þess bara staðreyndin bara svo að fjármálamarkaðir og þeir sem starfa á fjármálamarkaðum, þeir að fást við óvissu og það sem að ástæðan fyrir því að þú færð mögulega meira fyrir að halda á hlutabréfum heldur en til næst bara pening í banka að þú ert að halda á áhættu, þú ert að halda á óvissu. Og því meiri sem óvissan öllu jafna, því betur ætti vænt ávöxtun að vera vegna þess að ef við gefum okkur það að fólk í heilsinni fái að loka nokkurn veginn það sem það býst við að fá til þess að fá það til að taka meiri áhættu, þá þarf að lofa því meiri ávöxtun. Þannig en það engin leið fram hjá því ef þú ert að kaupa í hlutabréfum, þá ert að taka áhættu. En sko, einmitt, og þá segir maður bara þetta á þinni ábyrgð, en síðan hinvalmöguleikin, nei, haldið þessu bara í pening og síðan ríkur verðbólgan upp, eignaverð allstaðar í kringu að rjúka upp, þú veist, íbúðin sem þið langar í, hún orðin 10 milljónum krónum dýrari, þú veist, þá komin svona, ég myndi segja frekar massív pressa á þig að taka þátt í einhvers konar eignamyndun bara til þess að halda í við samfélagið. Já, það rétt og það sérstaklega áhyggjuefni núna þegar að verðbólga að rjúka stað í öllum heiminum og vegna þess að við förum aftur tilbaka í byrjun COVID ég sagði vextir hefðu lækkað, þetta er ekki ókeypis hátíðisverður, það ekki þannig að vextir lækkuðu bara allir séu voða glaðir, vextir voru lækkaðir í ljósi þess að það var mikil efnahags og óvissa framundan og seðlabankar bæði hér og annar staðar sagði heyrðu ok, þetta höfum við ekki séð áður, það er mikil óvissa getur ógnað öllum stöðuleika, við skulum hafa vaðið fyrir niðan okkur og við skulum bara lækka vexti verulega og jafnvel meira heldur en að gögnin sín okkur núna sé beint nauðsynlega og ef það síðan kemur að því að verðbólga fer af stað þá tökum við á því síðar, better safe than sorry. Og þannig að menn gerði sér grein fyrir að þessi verðbólga gæti komið, þó þeir hafa kannski ekki talið að líklegustu sviðsmyndina, en núna þetta síðar komið og nú þarf að taka á því og verðbólga komin að stað. Ég sé að menn að spá því núna að verðbólga í þessum mánuði verði komin áskrundvöld á Íslandi í 6,8%, ég held hún verði herri. Og ég held líka að hún muni fara herra. Ég óttast að verðbólga geti farið í 2 stafa tölu á Íslandi. Og það allt samkvæmt vísitölu neysluverðs? Samkvæmt vísitölu neysluverðs. Og það alveg umdeild mæleining? Það umdeild mæleining, já. En þá komum við því að ef að fólk á sparnað og fyrsta reglan alltaf verja höfuðstólinn. En það sem að gerist, það eru verðbólguskeið. Og það að allt fjármagn það rýrnar að raunvirði og við okkur oft kennt það að hlutabréf séu góð ávöxtun til lengri tíma
en þessi lengri tími getur verið ansi langur og síðasta verðbólguskeið sem við sáum sem var upp í kjölfar þess að Bandaríkin fóru endanlega gullfæti og Bretton Woods-kerfið hrundi og síðan komu olíukrísu trekk í trekk en þá frá 1968 minnum við fram til 1982 að þá hækkuðu hlutabréf ekkert á raunvirði. Og það er verðbólguskeið? Það er verðbólguskeið. Þannig að núna er mikið þrýstingur á fólk að eða vill verja höfuðstólinn. Ég meina ef þú ætlar að verja höfuðstólinn með því að kaupa verðtryggð skuldabréf, þú keypt verðtryggð skuldabréf á ríki sem eru fram til ásins 26 og það eru neikvæði vextir á þeim upp á 0,6-0,7%. Hvað þýðir það? Það séu neikvæði vextir á skuldabréfi sem að ríki gefur út? Það þýðir það að þú ert að borga yfirverð fyrir skuldabréfið. Þannig að ávöxtunin af bara vaxtaþættinum að hann er neikvæður 0,6%, það rýrnar þú ert að loka inni rýrnuna raunverði upp á 0,6% ári út líftíma skuldabréfsins. Og það er gott í verðbólgu? Já, þá er það spurningin svo að þú horfir á sambarlega óvertryggð skuldabréf og munurinn þarna á milli er kallað verðbólgu álag. Þessi munur hann er komin kannski núna í einhverjum rúm 5%, þannig að ef að verðbólgan helst yfir því að þá verður nafnávöxtin þín á tímabilinu betri af verðtryggð skuldabréfunum heldur af þeim óverðtryggðu. Einmitt, þú nefndir þarna, hvað sagðir, tímabútur var frá 68 til 82? Einmitt, þannig að þú ert þarna með 14 ár og fólk segir, já, gott að fjárfesta bara til lengri tíma, en í 14 ár þá ert ekki búin að sjá ávöxtun á hlutabrifum. Nei, og skuldabrif, ef þú hefði verið í skuldabrifum þá er það fara ennþá verið út úr þessum. Ok, skuldabrif, mér finnst þau svolítið svona trikki og þau eru náttúrulega enga veginn spennandi og hlutabrif, það er ég held við getum alveg verið saman það. Nei, það er mikil misskilningur. Já, þú já, það er tvær tilvitnanir fyrir því sem ég var búin að senda þar áður en það var eitt sem sagði investing in markets without understanding bonds is like eating soup with a fork og síðan sagði Ray Dalio I believe that competing in the markets is more difficult than competing in the Olympics. Heldur þú að margir af þeim sem eru á hlutabréfamarkaði þetta skilji skuldabréf og ætti þeir góða möguleika í París 2024 ef að þetta er erfiðar en Ólympíuleikarnir? Já, ég held að á svona ákveðin hátt. Ég held að vegna þess að og þetta er svona mörguleiti svipað og spurningum hagsýna mann eða homo economicus í markaði. Það er að fólk er í daglegu lífi ekki að hámarka einhver nýtjaföll þegar það fer út í bónus. En það kannski gerir það beint og undir meðvitað og þess vegna er þetta gott skýringalíkan heldur en frekar heldur en lýsing á mönnum. Og með skuldabréfin að vextir með því að sitja verð og fjármagn í öllu hagkerfinu að þá rekur það fólk út í ákveðnar fjárfestingar eins og þú varst að segja sjálfur núna rétt áðan að vegna þess að það er aukin verðbólga og til þess að halda sér gangandi að þá er svona þrýstingur á að taka áhættu. Þú býtur hvaðan kemur sá þrýstingur? Sá þrýstingur kemur annars vegna þess að ávöxtun á öruggum ríkisskuldabréfum eða svona tiltölu öruggum ríkisskuldabréfum að hún er það slök í miðað við aðra kosti og þá færist það yfir. Þannig en þetta með það hvað vextirnir og skuldabréfamarkaðurinn situr grunninn fyrir allt í hagkerfinu. Það komum við aftur í raun og ræða dæmi sem við tókum áðan það hvernig við núvirðum arðgreiðslur og hvernig peningar í framtíðin eru minna virði heldur en peningar í dag og þetta eitthvað sem að ákvarðar hversu miklu minni virði það er í ávöxtunarkrafa eða verð skuldabréfa. Og þetta, svo tölum áfram sem sagt, fólk sem allt í einu verður uppgöta það að peningurinn sem það er að vinna sér inn hann er að tapa virði sínu allt annað í kringum það er að hækka og ég meina kannski er þetta fólk ekkert með fjármálalæsið í það að bara ávaxta peningin sinn, þú veist, þarna er komin svolítið krafa á þetta fólk að gera það út af því að, þú veist, og mögulega er þetta fólk bara að sérhafa sig í því að bara, ég veit ekki hvort að ég segja læknir eða listmálari eða hvað nú er þú veist, hvað finnst þér bara svona stjórnkerfi, finnst þér þetta sanngjarnt? Þú ert náttúrulega maður sem að lifir og hrærist í þessum bransa þannig að þú ert svo sem ekkert í miklum erfiðleikum með að navigata þetta landslag. Ég held að
þegar kemur að efnahagsmálum og kemur að fjárfestingum og öðru slíkum að þá þetta svona konsensus og þetta stjórnkerfi okkar sko og hvernig það hugsar það kerfisbundið vanmeti sko fjármálalæsi og fjármálagetu venjulegs fólks og kerfisbundið vanmetið það? Já, og ég held að fólk almennt og ég held að við hljóðans bara sjáum að sá allir öllum úttektum á skuldastöðu heimil og annars lít að fólk miklu betra í að kunna fótu sinni forráð í fjármálum. Ég held að það sé miklu meiri hætta að þessi svoköllu fagfjárfestar og bara fagaðilar að þeir ofmeti mátt sinn frammi fyrir áhættunni og takja þessuna rangar ákvarðanir. Bara nefna dæmi að út í gengislánadómarnir og gengislánir voru mikið til umræðu. Það kringur hrun? Kringur hrun, já. Að þegar við sáum þegar við sáum sko allar samantektir eftir á hvað var stór hluti sem var bara í erlendu lánum annars lít, þá var það alveg sára sko lítið hlutfall af almenningi. Man ekki, annarkvort 2 eða 5%. Við sjáum síðan þessar stofnanir allar saman sem að voru sem var stýrt af sérfræðingum en bara nefna bankana og það fór nú sem fór og skulum skoða bara Íbúðalánasjóð og það náttúrulega bara pending disaster sem er í gangi þar. Við sjáum síðan stofnanir eins og Byggðastofnun sem var með nánast sín lán í erlendu lánum. Við sjáum stofnun eins og Ríkisútvarpi sem var ekki með einustu tekjur í erlendu myndum en útgjöld í erlendu myndum og stóran hluta af lánum sínum í erlendu lánum. Ég held bara óskup einfaldlega að sérfræðingar hafa komið miklu verð út úr þessari raun heldur en almenningur. En ekki líka dæmt þarna lánin ógild út að þið þóttu of flókin fyrir almenning til þess að skilja? Jú, og ég held reyndar ekki. Ég held að það hafi verið vegna þess að samkvæmt einhverjum lögum að það mátti bara binda lán við vísitölu neysluvers. Það mátti bara? Já. Og það var dæmt ólöglegt eða eitthvað? Nei, og vegna þess að þessi lán voru bundin við gengisvísitölu að þá fjalla ekki sko. Eða þessi voru dæmt ólöglega en ég reyndar ekki sérfræðingur þessu ekki lögfræðingur. Þannig þegar eftir á hyggja, þegar þú lítir á hvað var að gerast á þessum tíma, þá er augljóst að það sem sérfræðingarnir voru að gera var ansi bara lélegt, eða í rauninni ekki vel úthugsað. Og svo eiga þeir að skipa almenningi fyrir og við erum núna innbyggð alls konar hömlur eða eitthvað sem á að venda almenning, til dæmis það þannig að sértryggð skuldabréf á banka sem ég held að sé mjög góðir og áhugaverðir pappírar bæði fyrir þá sem einhver eignasafn og fyrir almenning. Það má ekki selja þau nema í 20 milljón króna einingum og ástæðan til þess að sögðu vera að venda almenning. En sko sértryggð skuldabréf banka, þau eru þannig að ef þú átt slíkt bréf þá áttu fyrst kröfu á bankan og ef að bankin getur ekki borgað þá áttu kröfu á veð. En síðan máttu aftur á móti kaupa eins og þið listir í hlutabréfum. Þú getur þess að keypt krónu og þú getur veðsetti og hvað eina fyrir hlutabréfum og hlutabréf bara samkvæmt skilgreiningu er afgangskrafa. Þegar þú tekur fyrirtæki, horfir á eignir þess og skuldir og munun á þessu tvennu, það er eigi féð eða virði hluthafana. Þannig að þetta er lang áhættusamasti parturinn, þannig að regluverkið er að íta fólki frekar í áhættusamari þætti heldur en öruggari. Þannig að miklu áhættusamar að að kaupa hlutabréf heldur en nokkuð tíman þessi sértryggðu skuldabréf í bönkunum. Margfalt. Og þetta er svona þessi punktur sem ég er að koma að mitt og þú ert náttúrulega að segja sjálfur að það er verið að íta fólki út í áhættusamari valmöguleikann. Já. Það er ég myndi ekki alveg segja hver er að íta eða hvað það er spurning hvað er að íta og það sem er að íta þetta er þessi verðbólga sem við erum að sjá núna. Já, mér líður svona svolítið eins og það sé kveikt í húsinu þínu og það er enginn að segja þar að fara út en þú veist, ef þú vilt ekki brenna inni þá getur þú labba út Já, ég tengi ekki alveg við það. Ég hef bara bent á að þú ert með 100.000 krónur inn á banka og þú ert að segja að það er að stefna í 2 stafa verðbólgu. Hvað ætlar að gera? Þú verður að gera eitthvað.
En þú getur líka bara setið inn í húsinu og sagt bara, nei, ég bara kann ekki á þessar fjárfestingar og ég ekkert að pæla í þessu og ég bara einbytta bara einhverju öðru í lífinu, en bara kerfið að beina þér í áttina að því að bara þú verður að taka einhvers konar ákvörðun. Og það sem skuldabréf ekki að gefa rosalega mikið þessa dagana, þá fólk byrja að kaupa í flugfélögum og rafmyndum og alls konar öðrum fjármálagjörningum. Já, það er kannski leitlega að horfa á það. Og sem við ekki gefa fjármálaráð. Aftur á móti, aftur í sig, þú ert alltaf að reyna að díla undir, eða taka ákvarðanir undir óvissu. Og ef þú ert svona samfærum að hlutnir fari alveg, þetta verði viðvarandi ástand, og það komi niður á öðru, þá getur þetta sleppt í hafa óvissuna og átt að reiðufé. Reiðufé er alveg stórlega vanmetinn þáttur og ég held til að eina ástæðan fyrir því að það var svona, ég myndi lýsa þessum panik og hlutabréfamarkaði í mars 2020 var það að það var sennilega bara allt og mikil gírun á markaðnum, að menn voru að taka lán og svo gerðist það þar að auki að menn hefði væntingur það að fyrirtæki myndi greiða út arð, fjármálafyrirtæki og en Seðlabankinn stoppaði það vegna þess að þeir töldu að hafa að það væri það mikil óvissa framundan að þeir vildu frekar hafa fjármálafyrirtæki sterk. Eftir á að hyggja að minnsta kosti þá tel ég að það hafi klárlega verið mistök. Að banna þeim að greiða út arð? Að banna þeim að greiða út arð. Það var neitt ekki bann, það voru tilmælum að gera það ekki en þegar að eftirlitsaðilinn er líka Seðlabankinn og þessar fyrirtæki eru mjög lúta miklu eftirliti þá fer auðvitað enginn á móti eftirlitsaðilinnum það er ekki góð hugmynd en hvað áhrif hefur það að sé ekki að þau greiði ekki arð? Já, það bara var minna fjárstæri inn á markaðinn og það vantaði pening á markaðinn og það var klárlega þá þú skoðar einhverja daga, ég maður ekki, kannski 12. eða 16. mars 2020 gríðarlega sölur og lækkanir, en það var enginn til þess að taka við á móti því að kannski það voru skuldsettir aðeila sem að þurftu að selja eða voru seldir úr gegn vilja sínum. Eins og gerðist núna reyndar líka alveg örugglega í síðustu vikum. Þannig að maður bara sá það á markaðnum að það komu sölur eftir sölur og ég held að það hafi verið nokkuð ljóst að það hafi verið veðkall. Einmitt. Gírun á markaðnum, hvernig svona, ég veit að þú ert ekki Seðlabankastjóri Íslands, en hvernig svona er landslæði núna á móti fyrir hrun eða í öðrum hvað maður segja, uppsveiflum? Já, ég held að hún sé tiltölulega lítil núna. Lítil gírun? Já, ég held að. Og það voru að koma tölur í fjármálastöðugleikaskýrslunni í gæra fyrir þetta og svona samkvæmt því að þá virði þessari líka vera litlar og ég held að við sjáum það á því að þetta svona, ég veit ekki að þessar sölur sem að urði í kjölfari stríðsins í Úkraínu að það var alltaf nóg að það varði urði engin vandræði með seljanleika á markaðnum, það var bara tekið við þessu öllu saman og það var lítið það sem maður svona kallar gap í verðinu það er selt inn á verð hérna og síðan bara kemur það miklu neðar inn kauptilbúin og það bendi til þess að markað hafi ekki verið mjög mikið stress í markaðnum. Þetta getur aðeins útskilt betur fyrir mig hvað er að gerast þarna. Það kemur eitthvað inn á verðinu 20 og síðan droppar hann niður í 15. Hvernig tekist það gírunni og hvað er að gerast? Já, það bara, þá skinn ég menna að það er mjög mikið framboð í gangi og þá kannski eru þeir sem hafa verið að taka við og kaupa þeir náttúrulega ekki með ótakmarku fjárráð og þá færa þeir sig neðar til þess að verða síður fyrir að þessi selt inn á. Ok. Og þarna er að eiga sérsta veðköll. Já. Einmitt. Voru allir gíraðir bara í hruninu, eða fyrir hruninu, segi ég? Nei, það held ég nú ekki, en það voru margir gíraðir. Já. Hvernig er svona stemmingin, og þú séð aðeins fleiri uppsveiflur heldur en ég, hvernig er svona stemmingin í samfélaginu þegar það er uppsveifla og niðursveifla? Já, þú hefur líka verið í suðu pottinum sjálfur sko. Já, nei, það er alltaf gaman í uppsveiflu og allir glaðir og allir kungar og Amerikanarnir hafa eiga frábæran orðskvið það eins og Amerikanar gæta hann eiga never mistake
Never mistake a bull market for brilliance og það gengur öllum vel og það sama hvað mann gera bara svo lengi sem þeir haldið inn í leiknum þá eru þeir snillingar en ég get líka sagt það að það svona tengist alveg sálfræðirannsóknum að níðsveiflan hún meira leiðinleg heldur en uppsveiflan skemmtileg. Já, akkurat, það verra að tapa penning heldur en gott að græða. Já, sálsaukin miklu meira að tapa heldur en að græða. Einmitt. En kannski aftur líka út að nefna gírun að þá sko, og með lausfé og þú þetta með sko brennandi húsið að gírun og lausfé í raun og veru sko tvær hliðar á sama peningi. Hvernig þá? Vegna þess að þú getur hugsað að eiga lausfé eins og að það sé sko, það stundum verið sko sett fram þannig eins og option. Það að segja að ef eitthvað gerist að það áttu möguleika á að kaupa. Gírun aftur á móti að þá skuldar öðrum pening, það er að fá peningin að láni og ef eitthvað gerist að þá á hann kalla á þig, það er að segja hann ef að bréfin lækka að þá þarf það annarkvort að koma með meiri pening eða láta sko, selja þið út með tapi og þegar maður hugsa þetta svo optionir þá sko, kauprétti helst að virði þeirra sko, fyrir þetta tímalengdina en þá svona kannski ráðandi þáttur í verðlagi það óvissan hversu miklar sveiflur eru og núna með öllu þessum óróa sem í heiminum það eru stríð og það gríðalegt umrót á öllu verslunar og aðfangakeðju heimsins og hráfurverði þá óvissa meiri heldur en hún hefur oft eða ekki bara oftast verið áður sem þýðir það að virði þess að halda á lausu fé og ókosti þess að vera gíraður hafa sennilega sjaldan aldrei á mínu ferli verið meiri heldur en núna. Þannig að ókosturnir við að vera gíraður hafa aldrei verið meiri og kosturinn við að vera með lausafé hefur aldrei verið meiri. Já. Bara til þess að útskýra gírun ef einhver skilur það ekki. Gírun í rauninni þannig að þú kaupir bara, segjum að þú gýrir þig til þess að kaupa í veljum bara sjóvó, fyrst þú situr fyrir fram mig á 1 milljón en þú gýrir þig upp í 10 milljónir. Þannig að ef þú ávaxtar... Já, ég veit nú ekki alveg sko hversu mikið sko, þú getur verið gírar ég held að í hlutabrifum þá sé þetta nú svona yfirleitt nærði að kannski ég veit ekki hvort að þú 10 miljón getur keypt fyrir 2 kannski eða 3 þetta svona tölvöld minna en í skuldabrifum sko, þá getur verið tífaldur sko. Já, ok en þá þýðir að það sko að það má og svo það væntanlega þannig að ef að veðstaðin finnir fyrir 130-150% þá þarf þetta annarkvort að koma með meiri veð eða seldur út þar að segja ef að þú segjum bara tökundlega einföldunar að þú komið með 1 milljón kaupið fyrir 2 bréfin lækka og segjum að þau lækki 25% og komið nýri 1,5 milljón þá veðstaðin 150% ef að reglunar þær að þú var að halda 150% þá ef þau fara niður 1% í viðbútt eða vestanskun 149 þá verður annarkvort að bæta veðstöðuna eða þú seldur út og ef þú seldur út þá ertu búin að þá er bréfin seld á 1,5 milljón þú borgar 1 milljón prósent vext til lánveitandans og er búin að tapa 50% höfuðstólaðina með 2-faldri gírun. Þannig að þetta býtur fast en þetta getur veluna líka í uppsveiflu. En svo sá sem að kannski segjum að þessi sveifla og þessi bara út af tímabundnum þáttum að sá sem að bara ákvaða að bíða rólegur í brennandi húsinu og eiga reiðufé að hennar kannski náða að kaupa bréfin á læra verði þannig að... En það kveikt í húsinu hans? Já. Ég segi svona, þú fattar nú svo alveg samlíking. Já. Ég er bara að segja eitthvað kvati. Þetta var svolítið gýruð myndlíking hjá mér. Já, en þetta en það og menna sko, ég man ekki betur bara að Seðlabankinn hafi sagt það hann teldi að almenningur ætti að færa sig út úr bankainistæðum yfir fjárfestingu í atvinnulífinu. Auðvitað, og það er náttúrulega bara að vera búið til hvatana til þess. Já. Og það er svona kannski bara, ég er ekki að segja þessi gagnrýni vert en ég er kannski svona bara áhugavert hvort það sé raunhæft og hvort það sé
bara í rauninni hvað sem réttmætt að gera það að biðja almenning allan að þess, það engin að sko kaupa sko áhættuleg hlutabrif, það bara ekki þannig, fólk að taka áhættu og þess vegna verður þetta að vera viðbúið að geta tapað, það þannig hjá mér og í mínu geir og í öllum böngum annars lít að það alltaf verður að gera einhver álagspróf og menn að spá þess hvað gerist ef eitt gerist, hvað gerist ef annað gerist og svo framvegis og til að sjá okkur, nú ég búin að vera að vinna í 10 ár í tryggingafélagi og við erum alltaf að spá hvað gerist ef það kemur heimsfaraldur, hvað gerist ef það kemur eldgos, okay, og hvað gerist ef það kemur jarðskjálfti og svo búa menn til einhverja sviðsmyndir og þetta verður allt saman hræðilegt, svo bara allt í einu kemur ár og við fáum heimsfaraldur, við fáum jarðskjálfta og við fáum eldgos og virði fjárfestingareigna hefur aldrei hækkað meira, þannig að þetta alltaf óvissa og fólk sem heldur að viti hvað gerist í framtíðinni það eru einfaldlega lottarar en það sem við vitum að gerist og það sem að fólk þarf að átta sig á að sko áður fyrr var það á 5-10 ára fresti að þá kom eitthvað áfall á fjármálamarkaði og þá kannski lækku kannski hlutabrifin 40% mjög auðveldlega núna þá er að koma áfall kannski alveg á 2 ára fresti og við erum bara horfum til að sérstaklega á Bandaríkin 20% lækkanir, þetta er svona gerist svona 2 ára fresti. Það? Já, þetta að gerast örar núna? Sko, ég er bara svona, það er svo margt sem ég velta fyrir mér í tengslu við þetta og eins og þú segir að skella á ríða á eldgos, heimsfaraldur og jarðskjálftar og allt þetta er þetta einhvers konar tímapunktur til þess að ræða peningaprentun og hvort að virði fyrirtækja er að hækka eða virði peningsins að lækka? Já, skulum gera það, en ég vil kannski nefna eitt í viðbót fyrst þú búin að koma mér á flug og tala þetta og það ég held og tengiska líka sem ég sagði áður sérfræðingarna ég held að atvinnu sjúkdómur þeirra sem starfa á fjármálamarkaði er overconfidence, að vera ofvissir í sinni sök að menn sitjast með einhver módel og fyrir með einhver endalisa tölur og svo geta verið mjög fancy starffræðiformúlur og eru kannski búin að læra fjármálaverkfræði og svo bara finnst þið svona í framtíðin svona verður þetta og þekktasta dæmi er kannski long term capital management sjóðurinn og sem var með 2 Nóbelsverðlauna höfum og öllum bestu starffræðingum Wall Street og þeir fóru á hausi með bravúr og heldur minnir mér 3 árum svo þegar menn fóru að skoða stöðuna þeirra það átt að vera að bjarga þeim að þá voru með cirka 100 mismunandi stöður en stöðurnar það stemdu allar í sama átt þeir höfðu veðjað öllu húsinu og eina sín og það held ég sé mistökin sem að fólk gerir alltaf að verða og vist í sinni sök og þess vegna held ég líka að þeir sem að fara í fjármál og stíga sín fyrst að skrifa fjármálmarkaði það sé algjörlega nauðsynlegt að hugsa alltaf sagan er ekki ákvörðuð, hún er óviss og þess vegna á að hugsa í sviðsmyndum en ekki líklegustu niðurstöðu því að með því að hugsa í sviðsmyndum og í huganum að setja mismunandi líkur á þessu að þá ertu ekki að kommitta því fyrirfram á einhver eina niðurstöðu sem að gera þér miklu auðveldar að skipta kúrs eða hlutirnir í að fara á annan hátt. Er sens fyrir að taka dæmi sviðsmynd og bara eins og núna sem þú sem forstöðumaður fjárfestinga, hvernig þú að hugsa í sviðsmyndum fyrir bara árið 2020 eða 2022 fyrir ekki? Já, ég bara núna ég hef mikinn á vöxtum og mikinn á verðbólgu og það eru 2 sviðsmyndir sem að ég til líklegastar framöndan. Sú sviðsmynd sem ég til kannski líklegastar að það því miður að verðbólgan sé svona svolítið andinni sloppin út úr flöskunni og það verður erfitt að koma inn og verðbólgan muni að halda áfram að stíga fram á haust bæði sérstaklega út af öllum sem óróa á hrávörumörkuðum og svo er náttúrulega það hrávörumarkaði voru komnir í vesen löngu áður en að Rússland réðst inn í Úkraínu. Hvað er vesen? Vesen er það að það er bara skortur á þeim en að það
heimurinn hefur undir fjárfest í vinnslu og jarðefnaeldsneyti undanfarið 5 ár. Það er alltaf margir bankar búin að útiloka jarðefnaeldsneyti og lífeyrissjóður og annað slíkt, út af loftslagsbreytingum og jarðefnaeldsneyti, kol, olía þess að og gas og það var bara að banna gasvinnslu í Evrópu og annað slíkt, þannig að verðið var löngu byrjað að hækka og verðbólgan var auðvitað löngu komin að stað áður en þetta stríð hófst, en það mun kannski íta á vandan og þá er það sko hækka verðbólguvæntingar, þannig að reynslan yfirleitt svo að það tekur tíma að vinna verðbólguna niður, auk þess sem að það er gríðarlegan pólitískan styrk og vilja til þess að vinna á verðbólgu og til þess að ég horfi við sviðið sérstaklega í Bandaríkjunum hvort sem það republikanar eða demokratar þá sé ég nú ekki mikið vilja styrk þar eða mikið styrkleika, þannig að af hverju segir það? Hvað gefur þau merki? Ég held bara að báði flokkar séu miklu populistar og út af því, og þú ert að segja þetta út af því að þú þarf að taka sásökarsfull skref til þess að annarkvort að sennilega þarf það að taka einhverja blönda að tvenna að hækka skatta og skera útgjöld niður verulega. Og þá verður almenningur ósáttur. Og það er engin stemning fyrir því. Nei. Og það þarf bara að taka peningaborðinu. Þannig ég held að verðbólgan getur verið töluvert áfram. En síðan er þetta hinsviðsmyndin sem er alveg möguleg og það er þetta sem eins og hagfræðingar segja, það er ekki eftir ráði háu verði nema hátt verð. Það er hátt verð og olíu og öðru slíku að það geti keyrt í hagkerfið svolítið hratt niður og niður í niðursveiflu sem gæti unnið á verðbólgunni. Og þú ert þá að segja að hátt verð virkar þannig að bara fólk verslar síður? Verðbólga, já, einmitt. Og síðan er þetta þriðja sviðsmyndin og það er blanda af þessu tvennu sem er að við fáum bæði niðursveiflu og áframhaldandi hátt verð og það er langversta sviðsmyndin. Er það stagflation? Já, eiginlega verra það er bara mjög hörð stagflation. Já, það er hvað, verðbólgu kreppa eða eitthvað svoleiðis á íslensku? Já, kreppu verðbólga, já. Kreppu verðbólga, segi ég. En þetta þannig að maður stillir þessu upp og svo reynir þetta að takast á við þetta og setur kannski svona ákveðna líkur í huganum og hvernig það heldur þetta verði og svo lagar það því, það sem að ég má svo oft sé fólk sem er í fjárfestingum það setur sér upp ákveðna sviðsmynd, ákveðna hugmynd og svo verður hlutinir svona og svo bara bara veruleikin í allt annað átt og þá byrja ég fyrst að gera grín af þeim sem eru á annarri skoðun og síðan síðan er það bjánar, svo er það fávitar og svo að lokum að þá er allur heimur uppfullur af ösnum og þú situr eftir með skaðbrunnin og rosa klár. Það er ekki alveg málið. Er þessar sviðsmyndir hjá þér? Myndir þú segja, heldur einhverju óvinsalli skoðun meðal kollega í þínu fæi? Nei, mér hvarvetna mætt af vinsemd og virðingu og kannast ekki við neina óvinsaldir. Er ekkert svona teik sem þú er á verðbólgu eða þess að eða sviðsmynd sem þú telur líklega í framtíðinni sem kannski myndi stinga stúf? Ég kannski verið aðeins svartsýnn og verðbólgu en margir kollega minnir. Á nyrði herri? Já, nyrði herri, já. Einmitt. Og það er bara, og sko, þín leið til þess að lesa í þetta er bara fylgjast með fréttir þess að þar? Já. Sástu stríðið koma? Nei. Ég held að þetta hafi verið alveg gríðaleg mistök og ég held að samningsstaða sem að Putin hafi verið búin að byggja sér upp þarna hann hafi algjörlega klúðræni með þessu og það sem að ég geri síðan og það er ekki nóg með að ég sá ekki stríðið koma en ef þetta stríðs kom þá hefði hún aldrei sagt að þróun þess yrði með þeim hætti sem hún hefur orðið og ég held að þessi sama raun og veru allar leyniþjónustur. Bandaríkjamenn heldur til að mynda að afganski herinn væri með allt undir kontról þar og hann féll saman á viku og ég held að allir hafi búið sér því að Rússum myndi sækjast að miklu greiðar að vinna í Úkraínu en þetta er náttúrulega verið alveg frábært hvernig þeim hefur tekist að verjast og ég held að það við líka leitt til þess að efnahagsaðgerðir vegna þess að þær hafa orðið miklu harðari, menn þetta byrjaði
þetta byrjaði náttúrulega með algjöru sko bara pípi, en það fyrst sagði Mario Draghi í desember að kæmi til stríðs og efnahagsaðgerða að þá yrði það að halda olíu utan við rétt fyrir stríð, bara dagana fyrir innrásina. Þá sagði bæði Ítalisins Draghi og þjóðverðar að það kæmi ekki til greina að orka yrði hluti af efnahagsþvingunum. En síðan þegar þú ert að segja efnahagsaðgerðir, þá ert ekki að tala eins og bara, þú veist, eitthvað eins og stýrivextir breytist hér á Íslandi. Nei, ég er að tala þvinganir á Rússa. Efnahagsþvinganir eru réttar orðið, kannski rámt hjá mér. En síðan hafa menn þetta herskrúuna eftir því sem að Rússum hefur gengið verð. Og þess, ég held einhvern veginn sko sama hver niðurstaðan væri á svona einhvern hátt þá er Rússar algjörlega búin að tapa þessu stríði og þeir eru búin að tapa þessum ógnarmætti og virðingu sem þeir höfðu áður sem hernaðarveldi. En þegar þú sér þetta stríð hefjast og ég meina bara, maður lítur á þetta sem eitthvað svona áfall fyrir heiminn eða styrjöld og sama með COVID og sama með bara alls konar hluti sem að herja á ástandið. Hvernig hugsaðu að markaðir bregðast við? Til dæmis, sástu fyrir að þarna myndi íslenski markaðurinn taka mikið högg og sveifla síðan upp aftur? Keyptirðu dýfuna? Sko, ég sé ekki fyrir framtíðina frekar en aðri menn og að það gerir það enginn og eins og ég sagði áðan, sko, þeir sem að segja sjá fyrir framtíðina eru lottarar. Sko, framtíðin er óráðin og og það veit ekki hvað það er. Það sem ég að nefna bara, þú nefnir í sömu andra á COVID og svo núna. COVID-niðursveiflan var miklu harðari heldur en ég bjóst við og markaðan virðist bara hafa verið miklu viðkvæmari og ég held að niðursveiflan núna sé miklu alvarlegri heldur en nokkuð tíma COVID, það er að segja horfurnar. Það sem að gerðist í COVID var það var ákveða að bregðast við smitsjúkdóm og vissu menn ekki nákvæmlega hvernig það myndi þróast á þeim tíma og ég held og svo getur maður þetta deilt það hversu skynsamlegt allar aðgerðir voru en þetta var okkar ákvörðun þetta var ákvörðun ríkisvaldsins að loka niður framleiðslustarfsemi og svo vinnum við út af því. Það sem er að gerast með innrás Rússa í Úkraínu að framleiðslu þættirnir eru að eyðileggjast. Það er verið að rústa stóru hluta Úkraínu eða að fara illa með. Menna, landbúnar, Úkraínu er mjög mikilvægt landbúnarland og það er svona erfitt að sjá að það verði nokkur uppskýrað, allan ekki mikil uppskýrað þar í ár og það er alls konar framleiðsla og málmar sem koma frá Úkraínu og þetta er þetta út af heimsmarkaðanum. Annað sem er að gerast er að það er svona, það er ekki hljóma of þunglindur en maður svona sér að mörgu leyti að það er að kristallast eða koma saman þróun sem að kannski var að byrja mörgu leyti en svona að springa út við þetta stig í Úkraínu sem er að það vera að keyra vissuleyti tilbaka alþjóðavæðinguna. Við sjáum þetta áður fyrst Trump með vistastríð við Kínverja og annað slíkt og svo þetta komu verulegir brestir í COVID í alþjóðavæðinguna, bæði fyrst deilurnar grímurnar og svo deilurnar bóluefnin. Við erum orðin vön heimi þar sem að framleiðsla er bara staðsett þar sem að hún er hagkvæmust og flutningar hafa verið tiltölulega ódýrir og Adam missaði í auðulega þjóðana að verkaskiptingin takmarkast að stærð markaðarins og því meiri verkaskiptingin sé betri og markaðarinn var í sjálfur orðin allu heimurinn en núna eru menn að fara að vinda ofan af þessum aðfangakeðjum og það var sem sé byrjað fyrir stríðið en núna er verið að kippa út stærsta hrávöruframleiðandi heimi út af alþjóðamarkaðanum og en hann hefur ennþá með lönd í liði eins og Kína og Indland og Suður-Afríku og Brasilíu og önnur slík þannig að það er þetta hætt við að heimurinn sem var að skiptast upp í viðskiptablokkir sem mun leiða til hærra verðlags á næstu árum og verri lífskjara. Þannig að
nú kannski mikilvægur að hver getur séð sig. Já. Hvernig kemur það við Ísland að þínum mati? Ég held að það komi það tværleiðir að sjá þetta. Fyrsta lagi þá kemur þetta óvinni ef það að fara aftur í sjálfsvörðabúskap og átarki, það svona þó að það sé leiknin í heiminum, það muni svona reyndar enginn að fara þangað, það var svona fálön sem það kemur verð við en Ísland, við erum agnarsmátt land og lítil markaður og getum augljóslega ekki náð mikið í sérhæfingu í mörgum. Hins vegar að þá staðan svo á Íslandi að við erum framleiðandi af próteini og við erum orkuframleiðandi og þetta þetta þættir sem vöruflokkar sem að hækka í hlutfallslegu verði, þannig að það mildar verulega höggi fyrir okkur en svo það þetta þannig að með alla í heimsbúskap að ef að nágrannar þjóð okkar vegna verra þá kemur það líka niður á okkur. Þannig að ananasinn og avokadóið líklega að fara að hækka eitthvað í verði hérna á Íslandi. Já, og svo bara það sem kannski bara hveiti. Já, einmitt. Bensín, allt saman, þetta mun allt hækka, og hefur allt hækkað. Reyndar svo erfitt að átta sig á nákvæmlega hver staðan núna. Það svo mikla sveiflur, við horfum á olíumarkað, núna bara daglega sveiflur upp á 5, 10, 15% á olíuverði. Og þá þetta svona dettur í hug svona eins og óvissu lögmál Heisenberg, þú getur ekki satt til staðsetningu einingar og hraðanar eða hrað og hröðun á sama tíma og markaðin bara núna í massífri leit, það bara að vera sortera úr allir þessu óvissu, allir þessu nýjustu upplýsingum, öllum sem bresti á frambóði, þannig að við sjáum ekki endur núna hvernig þetta fer. En þetta getur orðið miklu verra og til þess að við horfum á olíuverð þá fór olíuverð 2008 í $150 fatið og ef þú reiknar það upp á núvirði miðað verðbólgu þá það $220, þannig að við höfum svo sem séð miklu hærra olíuverð heldur en við erum að sjá þetta auk þessum og hagkerfi ekki eins háð olíu það var áður en þetta getur orðið töluvert verra. Það alþjóðavæðingin farið niður á við, kalla það samt ekki líka svona á ákveðið samstarf meðal bara þjóða eins og við höfum eitthvað upp á að bjóða eins og prótein og orku, kallar það ekki líka þá svolítið á að lönd standi saman? Jú, það stefnir náttúrulega stendur aðalega á því kallar aðalega á það við náum að halda einhverjum allan hluta alþjóðavæðingina lífandi og ég held að það sem enginn ég ekki að sjá það ennþá að við sem að fara allans í tollastríð eins og allans voru og millistríðsárunum í heiminum en það gæti þetta fræðilega gerst en mér finnst það ólíklega niðurstaðan. Já. Hvernig kemur íslenska krónan við þetta allt saman? Er einhver snertiflutur hérna í þessum tveimur umræðum? Er það gott fyrir okkur að vera með okkar eigin gjaldmiðil í svona ástandi? Í sennilega já, ég myndi segja að ókosturinn að væri meiri í stöðu ástandi heldur en í svona ástandi. Þannig ég held að það sé ekki beint málið því íslenska krónan myndin sem við eigum skilið en ekki svo sem við viljum. Ok, einhver Batman samlíking með íslenska krónunni. Já, kannski. Aftur á peningabrendurinn. Hvar kemur það inn í þetta allt saman með við tímana sem hafa eða það sem hefur gengið á og ég meina eins og Bandaríkin þau fara frá $4 triljónum upp í 8 eitthvað og til þess að tengja það inn í það sem þú varst að tala áðan með að fólk vill ekki taka á vandanum eða fólk í stjórnarstöðu vill ekki taka á vandanum. Það hljóma náttúrulega hræðilega og það hljóma líka eins og það sé búið að ganga á í ansi mörg áratugi. Hvar endar svona vitleysa? Já, með peningaprentun hefur bara núna grímulaust verið notuð til þess að fjármagna hallan á ríkissjóði. Geturðu kafað hans í þetta fyrir mig? Já, það að segja ríkið gefið út ríkið sem segir rekið með halla, það fjármagna halla með að gefa út ríkisskuldabréf og seðlabankarnir hafa bara keypt þessi skuldabréf
ekki hér á landi en til þess að í Bandaríkjunum, Breitlandi og Evrópum. Þannig að þið bara búa til nýjan pening til þess að kaupa þessi skuldabréf. Já. Þetta hljómar náttúrulega mjög órökriðt, sko. Þetta er engin rökvilla þarna, þetta bara hljómar eins og eitthvað sem er skrítið að gera. Þetta bara þess sem við benda á að þetta er í rauninu bara eitt form skattheimtu. Já. Og skatturinn verður síðan greiddur með verðbólgum. Já. Í Evrópu hefur þetta vísar það, sko, það sem ég svísmyndir á sem bara komið að það sem svona stærsta villan sem ég hef gert kannski á fjármálamarkaðum undanfarin ár sem ég man eftir það var það að ég bjóst alltaf við að í kjölfar fjármálakrísunnar að þá myndi koma verðbólgan þannig að kannski ef einhverjum var illa við mig sem ég var strendur þá getur sagt ég væri eins og bílu plata með verðbólguna eða bílu klukka og það verið eftir þessi 2 ára sólarhring en ég held nú ekki en þá fór peningaprentun aðeila inn í bankakerfi og endur fjármagna að bankakerfin þannig að það leitaði ekki út í neytendaverð hins vegar leitaði út í eignaverð og þessi lágu vextir og þessi peningur sem er dælt inn í bankakerfið hafa þetta nýst fjármagnseigendum alveg gríðarlega meðan það hefur kannski litlu skila til almennings og launafólks og ég held að það sé eina ástæðan líka fyrir þessari óánægju sem er í þjóðfélaginu og þessum populistarhreyfingum sem er gulu vestin í Frakklandi eða Trump og Bernie Sanders í Bandaríkjunum. Ég held að fólk sé alveg komið búið að fá sér fullsatt á sem sérfræðingum sem að hafa haft kerfisbundið rangt fyrir sér og mókað undir eigið raskat í gegnum peningastefnuna. Þetta er náttúrulega bara, sko, þú ert að koma inn á mjög stóran punktu þetta er afskaplega óréttlátt. Já. Og þetta býr til, eins og þú segir, mikið ójafnvægi, meira bil á milli þeirra sem eiga eitthvað og þeirra sem eiga ekki. Já. Og þá verður til óánægja í samfélaginu og þá náttúrulega er kjörutækifæri fyrir fólk sem er að bjóða sig fram eða að reyna að kalla eftir breytingum að herja á þessa óánægju í samfélaginu og það lýsir sér í populisma. Já. Og ég vil nú bara segja það var þó skárraða núna eftir COVID að peningarnir voru bara sendir til almenningsheldur en að þeir voru sendir inn dælt inn í fjármálakerfi sko. En var það ekki alltaf tvennu illa að það var það skárra en hvað sem var það? Var það ekki, en ég meina fer þetta bjó bara til gríðarlega eignamyndun? Jú, að hluta til þetta, það fór í bæði en það var allan að líka hugsað dælt til almennings meðan var ekki gert áður. Ef þú værir bara ekki með neitt orðspor og hefur engar áhyggjur af hvað fólki fyndist og þú værir í stöðu seðlabankastjóra myndirðu taka í gírstöngina og láta stýrivexti upp úr öllu veldi til þess að taka á ástandinu? Já, ég myndi ég hefði farið hraðar í vaxtahækkanir núna heldur en seðlabankinn hefur gert en hins vegar sko ég er ekki hægt að horfa fram í því að seðlabankanum er mikill vandi á höndu núna og ég hef nú ekki verið neinu klappliði fyrir seðlabanka almennt svona frekar haft vantrú á þeim en ég skal nú gefa þeim það núna að það er svolítið erfitt að horfa á þetta en þess að seðlabankin þarf að horfa á verðbólgu og verðbólga er bara fallandi verðlaga peninga og það sem að seðlabankin þarf að horfa á sko er verðlagið og það er tvennt sem getur gerst, annars vegar eins og segja sko verðbólga sem er viðvarandi minnkun og kaupmætti og svo hins vegar breyting og hlutfallslegu verði. Það er að segja til með að ef að olía hækkar 20% þá er það í sjálfu sér ekki verðbólga, það er bara hlutfallslegt verð, olíumiðið við allt annað hefur hækkað og yfir tíma þá reynir fólk að nota minna af olíu og fari annað, þannig að kaupmátturinn er að færast til. Núna er seðlabankinn að fást við tvennt sem að það er fallandi verðlag og það er gríðarleg breyting á hlutfallslegu verði og eins og segja áðan að það er miklu framleiðslu þættir í heiminum að bara eyðileggjast eða að verða ónótæfir vegna þess að búið að loka á viðskipti við viðkomandi lönd og þannig að það mun þýða að ýmsir verðþættir spurning hvort að bara ákveðin verðbólga sé ekki óhjákvæmileg
þannig að kannski og ég held að Seðlabankinn muni þurfa að horfa fram á það að hann mun taka hann lengri tíma að ná verðbólgu niður í verðbólgumarkmið heldur en kannski gott væri. Var eitthvað skeið í Íslandssögunni þar sem að verðbólgumarkmiðin voru bara, þau voru sett og þeim var náð statt og stöðugt? Já, það var frá hvað, svona 2013, myndi ég held að 2019 ef ég maður rétt, en það stuttur tími við höfum verið á verðbólgumarkmiði frá 2001, en ég nú með þá kenningu sko að í öllu svona verðbólgu og vöxtum og við erum alltaf með Seðlabankann og við erum með sjálfstæðan Seðlabanka og við erum alltaf að spá í hvað Seðlabankinn gerir. Ég held að við séum bara afleiða af því sem að gerast í heimsbúskapnum. Þegar verðbólga há erlendis, þá er hún hærri hérna og þegar verðbólga lág erlendis, þá er hún lægri hérna. Það eina sem við getum gert í raun og veru sko, sem svona lítið opið hagkerfi er það hvernig við dönsum í kringum þetta stóra trend erlendis og ég held það sko að sko, ef ég horfi svona næsta ára fram í tíman að ef að Seðlabankanum tekst að halda verðbólgunni kannski aðeins lægri hér en erlendis þá er það frábært afrek en ég á erfitt með að sjá að hann ná að halda inn í 2,5%. En er það frábært afrek ef að það sem er að gerast á hinni hliðinni er bara gríðarlega háir stýrivextir, bara óeðlilega háir stýrivextir? Það bara, við erum í eins og segi lítið opið hagkerfi og verðum fyrir það miklu áhrifum af því sem er að gera erlendis, þannig að það verður bara mjög erfitt. Við höfum eitt dæmi ríki sem að tókst að fara í gegnum allan verðbólgufaraldurinn til þess sem ég myndi það áðan í 8. áratugnum sem er Sviss og ef við náum því þá að standa okkur eins og þeir þá erum við heimsmeistarar. Hvað á almenningur að gera til þess að er eitthvað hægt að gera til þess að verja sig eins og hægt er gegn verðbólgu? Sko almenningur á bara mjög erfitt með að venda sig gegn verðbólgu. Það er bara aðalega að huga því að verja kaupmáttinn. Kaupmátt fjármáli eignana til þess að með því að kaupa einhver eiga verð til skuldabréf jafnvel þó að þýði þá tekur á því lítið en þekkt tap á eignasafnum. Bara öryggið fram yfir einhverja gríðar áherslu. Já, en svo þetta hlutabréf í velreknum fyrirtækjum að því kefnu að þessu keypt á skynsamlegum kennitölum eða skynsamlegu verði veitir alveg þokkalega verð gegn verðbólgu. Ég nefndi áðan að það kannski ekki orðin einn raun ávöxtun langt skeið í Bandaríkjunum 8. áratugnum en það var þó allan að skárra heldur en á skuldabréfum. Og sko, hlutabréf í velreknum fyrirtækjum og verðið rekna út frá skynsamlegum kennitölum. Ég held að það sem þú sagðir Hvernig finnum maður slíkt fyrirtæki eftir allan uppgangin sem eru átt sér stað síðustu 2 árin á íslenskum hlutabréfamarkaði? Bara með vinnum. Akkurat, og þarna er ég svona þetta krefst vinnu. Þetta spyrja hvort að ég ætla að koma í fjárfestingaráðgjöf. Já, sjálfsög. Já, ekki mikið til mála. Ég veit aldrei fjárfestingaráðgjöf. Eina sem ég geri er bara veita varnorð. Í fyrsta lagi vegna þess að ég veit náttúrulega ekkert meira framtíðin en aðrir og öðru lagi að þá ferði hann ekki vel í netbólni þá gaf ég einu frænda mínum í fermingagjöf skírtinni í svona hátæknisjóðum það getur við sniðut og þetta myndi ábyggilega þetta gæti sveiflast en þetta myndi ábyggilega skila góðu þegar drengurinn ætlar að kaupa sér íbúð seinna svo var það liður nú ekki nema bara nokkra vikur þangað til að kannski mánuð þangað til tæknibólan í hrundi og ég þurfti alltaf að forðast hann að frænda mig þess að hann var alltaf að rukka mig tjónið á fermingagjöfinni og svo á hinni hliðinni þá er ég vín sem að kunningja sem að mér stundum vera svolítið ágengur á markaði og vera svolítið gíraður og ég var svona stundum að hafa orða á þessu við hann og var hann svona að kvappa í honum hvort það var ekki tími að minnka þetta og svo einu sinni náði ég í honum og náði ég á hann og hann var timbraður og ég svona fór að ræða þetta við hann og
hann var eitthvað svo lítill í sér að hann raunverulega seldi bréfin og hann var ekki búin að því fyrir að þau ruku upp í verði og hann var alltaf að rukka mig þannig mismunni þannig að ég Þú helst allavega í vinnu? Já, ég helst í vinnu, já. Ok, en sko, ég óskaði eftir nokkur spurningum frá hlustundum fyrir þetta viðtal og ég get örugglega staðið eftir að þetta er svona 80% spurninga tengdust fasteignamarkaðnum. Ok. Hvað finnst þér fasteignamarkaðinn í dag? Já, ég hef áhyggjur á honum og ég held að sko þess að fólk skal alltaf segja hvað lesu og ég held að þetta sé svona einhverju leiti sko perfect storm sem er á markaðnum og þegar maður horfir á til að mynda fasteignaverð sem hlutfall af byggingakostnaði þá var það búið að haldast alveg bara í þokkalegu ástandi þangað til ég ekki alveg með dagsetninguna fyrir frammi kannski fyrir innan við ár síðan sem við erum að sjá sko verulegan divergence sem þarna og milli byggingakostnað og verðs og saman með byggingakostnað með laun og Seðlabankinn með fín umfjöllun þetta í nýrri fjármálastöðugleikaskýrslu sinni og það sem við sjáum núna er það að við erum að sjá sko yfirleitt er tengsl á milli þess að það sé mikið af viðskiptum og verðhækka og lítið viðskiptum og verðlækkar. Núna erum við að sjá þveru öfugt. Það er lenga íbúð til sölu og en verðið að rjúka upp og það bendir til þess og sýnir fram á það er mikill framboðsskortur og ég held að svona það sem kannski að drífa áfram ég ætlum ekki að segja endilega að komið neinn bóla ennþá en að drífa áfram að þessa hækkun og þetta að þenjast hratt út að það framboðsskortur og það náttúrulega verið skortur á lóðum og svo vilja en síðan sko við vorum að nefna áðan til þetta Úkraínu og aðfangakeðjurnar en núna bara tvísýnt hvort að menn séu að fá sement sko öll aðföngin stálbitur og fleira slíkt það að rjúka upp í verði þannig að jafnvel þó maður myndi halda að það fá útluta lóð í dag ætti að vera eins og lottóvinningur fyrir verktaka þá geta þessi þættir sett frekar í eða gert þetta erfiðara fyrir þannig að þetta ekki gott og ég horfði sko á það sko fasteignamarkaðar þetta svona sámarkaður í hverju hagkerfi sem bara verður að vera í lagi hlutabröð geta að skoppa fram og tilbaka og menn grætti að tapa sko en Þegar þú segir í lagi þá ertu að tala ekki sveiflukendur Já, eða svona allan að fungerandi og þessi 2,5% hækkun sem var kom í ljós í fyrra dag í einu mánuði á fasteignamarkaði það er eitthvað mikið að Hefur þið séð svona tölur áður eða? 2,5% hækkun á milli mánaða Já, ég man það nú ekki en við höfum auðvitað séð mikla gríðarlega hækkun hvað var ekki síðast 2017 og svo í kjölfar íbúðalána 2004 og þetta kemur við og en svona mér finnst það sem svona maður þunguðum að tala um þetta núna mér ég held að sé erfiðar að leysa þetta núna með því að mæta framboðinu og svo erum við væntanlega að fara að taka við töluvörum hópi af flóttamönnum þannig að það bráðvantar bráðvantar húsnæði og þetta verður erfitt. Það var eins og sendið spurningu gerði ég mistök með að kaupa mér íbúð í janúar? Nei, ég sko náttúrulega nú veit ég ekki sko framtíðina frekar naðrir en ég tek eiginlega undir með það sem með seðlabankastjóra að maður hefur meira áhyggjur af þeim sem ekki komin inn á markaðin heldur en þeim sem er á honum. Akkurat. Það er náttúrulega og þá kannski spyr maður líka getur íbúðaverð hækkað áfram endalaust bara íbúðin sem er 50 fermetrar á 50 milljónir getur hún bara kostað 100 milljónir eftir einhver ár Nei, íbúðaverð getur sko ef við horfum á sko hlutfall sem að fólk notar í íbúðir sem hlutfall að ráðstöfunartekjum þá þetta hlutfall búið að vera alveg ótrúlega stöðugt í áratuga skeið á Íslandi sem og í öðru löndum
þannig að en síðan áhrifin á kaupmáttin og það er auðvitað líka vextirnir þannig að þetta tvennt setur skorður og það sem að fasteignaverð getur hækkað og ég held að það sé ekki endilega búið að ná þeim mörkum ennþá en ég held að svona horfur með kaupmátt á næstunni sé ekki eins góðar og eru búin að vera ég ætla bara að lasa nýlega greiningu í Bretlandi, það var líka fyrir stríði í Úkraínu, þá voru að sjá það sem væri skiptan í Bretlandi væri -4% í ár, í Evrulandi sá ég í annarri grein að það sé -6%. -6% hvað? Bara kaupmáttur. Já. Bara heilt yfir. Og Íslandi hvað? Ég veit ekki, en ég held að það sé ekki gott. Nei. Og allan ekki eins gott og verið hefur, þannig að það hlýtur og þetta sýti einhvern stoppar á þetta. Hvað áhrif hafa stýrivextir á fasteignamarkaðin á næstunni? Við erum að tala um verðbólgu og þá mun örugglega þurfa að grípa eitthvað í gírstöngin á stýrivextum. Hvað gerist fyrir þá sem að koma inn á markaðin 2020 tóku mögulega há lán og svo hækka vextir? Ég held að og svona eftir að glugga í fjármálastöðugleikaskýrslunni og það sem ég held að sé alltaf aðalmálið fyrir fasteignamarkaðin það vinnumarkaðurinn. Ég veit að fólk heldur vinnunni þá muna sennilega allt meira minna klára sig í gegnum þetta og við sáum til hans í fjármálastöðugleikaskýrslunni að vanskil heimila hafa aldrei verið lægri heldur en núna og þetta hlutfall fyrstu kaupanda sem að með þunga greiðslubyrði eins og Seðlabankinn skilgreina ekki eins há og ætla mætti af umræðinu stundum en það muni þetta hækka þeir með sviðsmynd hvað ef þetta hækkar vextir hækka 1,5%. Þannig að þetta aðalatriði það að vinnumarkaðurinn haldi en vextir munu þetta hækka áfram og það þýðir það að þeir sem eru á breytilegu vöxtum að greiðslubyrðin hjá þeim mun aukast en ef að þetta er svona þetta er afakostir en ef þú hækkar ekki vexti og við erum áfram með þennan innlenda eftirspurnaþrýsting sem að Seðlabankinn hefur áhyggjur af Seðlabankinn hefur ekkert endilega áhyggjur af hrávöruverði hann hefur engin áhrif á það hvort sem en það er innlenda eftirspurnaþrýstingurinn sem er mikill og ef hann heldur áfram þá mun það bara þetta þýða varanlega herra vaxtastíg á Íslandi sem kemur öllum illa þannig að þetta er svona stýrivaxtahækkanir Seðlabankans eru svona svolítið eins og að fara til tannlæknis og láta draga úr sér tönn. Það er vont á meðan því stendur en það er nauðsynlegt. En þarna, hvað þyrfti að gerast til þess að fasteignamarkaðurinn bólan myndi springa? Er það, og það er alltaf þetta sem búið að segja bara í gegnum áratuginn að bara fjárfesti steypu, það er svo örugt og allt þetta, síðan steypan bara rjúka upp 2,5% á mánuði. Það er svona, það er eitthvað skrítið þarna og þess vegna fannst mér þessi spurning svolítið svona komísk en var ég að gera með mistök með að kaupa í janúar svona eins og maður hafi verið að gera mistök með að kaupa í einhverju hlutabrifur síðan lækkaði 20%? Já, bóla er þín orð, ég er ekki tilbúin að nota það. En þess að spyrja hvað þyrfti að gerast? Það sem þyrfti að gerast til þess að gera held ég að það væri veruleg lækkun á kaupmætti almennings og atvinnuleysi. Það er versta scenarióið og það myndi koma illa við fasteignamarkaðinn. Og þá myndi í rauninni fólk ekki standast afborganir og þyrfti að selja eignina frá sér og það væri offramboð á eignum. Já, ekki, þetta er offramboð. Ég held að það sé ólíklegt að það sé offramboð á eignum en þess að það er það stórir árgangar þetta og bara mikið þörf á húsnæði og svo er aðflutningur og vinnuafli. En svo er þetta það sem að menn hafa þetta líka haft áhyggjur af það er hvort það sé nóg byggt af smerri og ódýrari íbúðum fyrir ung fólk til þess að byrja. Ég menna eftir hrun að það var svona lagarinn á völlunum í Hafnarfirði kláraðar, það var mikið í húsnæði en það virðist vera lítið af þessu húsnæði í boði. Einmitt. Og en staðan auðvitað sú að við eigum alveg
águnótt á góðu byggingalandi hérna allins á höfuðborgarsvæðinu en það kannski það sem maður sér alltaf í fjölmiðlum það svona meiri svona áhuga á svona einhverjum elítuprojektum eins og til að mynda í miðbænum og kirkjusendi og það sko það sem eru þessi dýru vöndu íbúðir Hafnatorgið og annað slíkt. Já. Já, fasteignamarkaðurinn þetta hérna gríðarlega þetta er mikið í umræðinni núna en ég svona, eins og þú segir, það er erfitt að spá fyrir en svona, þú veist, þú talar allan á þeim nótum að þetta sé bara að eftirspurnin verði í rauninni haldist og frambóðið sé ennþá svolítið skert, sérstaklega líka í ljósi þess að flóttamenn koma til landsins. Já. Það er óviðráðanlegt. Hvað finnst þér rafmyndir? Já, rafmyndir, sko, mörguliti hillandi viðfangsefni. En ég held að sko að rafmyndir í þessu formi sem við erum að sjá í dag það séu ekki hvað maður segja svona sustainable eða mun ekki verða í framtíðinni. Hann er enda annað dæmi sem ég hef kerfisbundið haft rann fyrir mig. Ég byrjaði að skoða rafmyndir í 2010-2011 og fjárfesta sjálfsögðu ekki en jafnvel þó ég hefði fjárfest að það hefði ekkert orðið ríkur þess að ég hefði ábúinlega selt árum liður hækkuð en þess að ég hef aldrei haft neina trú á þessu. Sko, þeir sem eru talsmenn rafmynda eins og til þess Bitcoin að þeir segja að þetta sé sko verðmæti sé því að þetta sé rafmagn er bara sokkin kostnaður það er verið að náma eitthvað og það er verið til úr því eitthvað Bitcoin og en rafmagnið sem að þú notar það er ekkert í Bitcoin það er bara kostnaður sem er farin og það þarf áframhaldandi rafmagn til þess að halda þessu gangandi en virði allra eigna að það er þetta sko notagildi af þeim eða afraksturinn af þeim í framtíðinni Bitcoin hefur það ekki í dag en til þess að myndi hafa það og sem að gæti verið möguleg sviðsmynd sem ég segi fyrir mér að Bitcoin eða aðra rafmyndir yrði einhverju verðmæti að það væri það ef þetta yrði svona nýr universall greiðslumáti og svona nákvæmlega hver afraksturinn af því yrði hvert notagildi yrði er erfitt að segja en svona sem spekulatífari að myndir að þá held ég þetta eigi sér ekki í framtíð. Nú það var skemmtilegt að í fjármálastöðlegu skýrslu Seðlabankans að þá gerðu þau skoðanakönnun og notkönni eða hverjum menn hefur keypt og þetta eru 8,7% þjóðarinnar sem að hafa keypt Bitcoin samkvæmt þessu sem eða sennilega bara fleiri, ég sá nú ekki fjölda en þetta er vantilega við þess að skoðanakönnun fleiri heldur en sko eigendur hlutabréfa þannig að já, magnað. Já, þetta er veist, og það er fullt af framþróun í þessu og fullt af skemmtilegum hlutum og ég myndi svona sko með peningakerfi framtíðina sem til að mynda að það verði eitthvað disaster scenario núna út í venast að þetta miklu hlutir að gerast með þessar myndir, ég menna það frista eignir rússneska seðlabankans og hvernig menn hafa gengið hart fram í að frista það getur auðvitað minkað tiltrú á þessa gjaldmiðla til framtíðar. Já, ég er bara Kanada. Já, það sko ég held reyndar að dollarin verði áfram eins og Johnny Cash saði sko the cleanest dirty shirt þannig að hann muni verða áfram. En annar möguleiki þetta er þá að menn fara að binda gjaldmiðla við hráfuru og þá kannski með einhverju svipari tækni og þessar rafmyndir, menna þetta er þessi þróun er ekki, sko, ég vil alls ekki gera lítið úr henni en ég bara hef ekki trú á þessi fjárfestingarkosti. Ég held að rafmagnið sé ekki beint virðið í rafmyndinni heldur að rafmagnið sé í rauninni það sem að gerir manni sko, að það sé einhver vinna og virði á bakvið þetta eins og til dæmis bara láta bensín á bíl þá er virði bílsins ekki bensínið. Já, þetta er þá bara sko, eins og sko, vinnuverkir kenning Karl Marx að virði hlutaverði við það vinnuna sem er sett inn í en sko virði er huglægt, virði er það sem að þú ætlar að fá út í, virði horfði fram á við, ekki aftur á bak. En það skiptir engum máli hvort þú sért búin að nota
x megawattstundir í eitthvað Bitcoin eða Ussulánu eða hvort það hefur unnið með kjarnorku eða kolum, virði í dag er það sem að þú færð út þessu Bitcoin í framtíðinu. Einmitt. Og þessi orka rafmagn er látin inn í kerfið til þess að kerfinu er haldið uppi og enginn geti í rauninni, hvað maður segja, alltræði breytt í því að það er haldið sjálfgefni, bara, já, ég er að tala um Bitcoin, að sjálfgefni Bitcoin sé haldið til haga, það er enginn sem er að stjórna eða breyta kerfinu. Nei. Hvað finnst þér það svona samanborið við það sem við erum búin að ræða núna peningahægin, peningaprentun, kveiki í húsinu, verðbólgan og allt þetta? Er þetta ekki eitthvað sem að heilla þig að þú getur keypt þig inn í eitthvað sem að enginn er að fikta við og enginn hefur áhrif á þig? Jú, en aftur, það eru tvær hliðar sem peningir, það eru kannski ekkert auka framboð. Spurningin er hver verður eftirspurnin og til þess að búa til verði. Og til þess að eftirspurnin verði, þá held ég að það þurfi að hafa eitthvað notagildi. Margir talsmenn Bitcoin sjá þetta sem þetta sé geymsla á verðmætum og sem sparnaður. Ég held að það sé rangt, ég held að sparnaður og geymsla verðmætum er með þáttöku í verðmætasköpun til þess að kaupum á annað hlutabrifum og skuldabrifum fyrirtækja eða innlánum sem er síðan lánu til fyrirtækja eða heimili til þess að bæta hag sinn. Þannig að jú, það er alveg rétt að Bitcoin það verður, hvað kallar þetta aftur sem segja það var ekki hægt að gefa út meira, en það eitt og sér er ekki trygging fyrir því að Bitcoin hafi neitt virði. Nei, já, þetta velti líka á eftirspurninni. En ég kennst ekki að hafa hugsað eins og í Rússlandi að þú ert bara hinn hefðbundni Rússi að vinna vinnuna þína, ferð til vinnu og ferð launatjekka og átt eitthvað sparnað og svo ákveðu bara stjórnandinn í landinu að gera innrásin í Úkraínu og allt í einu gufar sparnaðurinn upp í samanburði við allt annað og mögulega eru bara allar festlur fristar. Þú getur ekki nota peningin eða neitt svoleiðis. Þá hugsa maður, ok, það hefði náttúrulega verið sniðugt að gera ýmislegt annað við peningin áður en þetta gerðist, en hvað ef þú hefði verið með hluta af peninginum í einhvers konar öðru kerfi sem er ekki háð því hvort að Putin ákveða að gera innrásin í Úkraínu eða ekki? Já, scenarió sem þetta lýsa þarna er þetta alveg skelfilegt og í einhverjum skilningi gætur þetta hafi verið ekki einhver skilningi, þá hefur augljóslega verið betra ef þú hefði verið með í Bitcoin sem lengi sem Bitcoin heldur virðið sínu, en þá tekur það að okkur öðru, það sem ég held að margir talsmenn Bitcoins eru með algjörlega óraunhæfar hugmyndir þetta nafnleysi og frelsi sem var með í Bitcoin. Ég myndi segja og ég held að stóri rússar sem eru að verða fyrir vistahindrunum, ég held að menn muni ná að stoppa notkun þeirra á Bitcoin og við sjáum til þess núna í þessi stóru ránum sem hafa verið og stórum þvingunum eins og olíuleyslan í Bandaríkjunum, að menn hafa náðu þessu tilbaka, þetta er ekki eins nafnlaust og menn vilja vera að láta. Þannig að ég held að það sem mjög óttast er að Bitcoin sé undanfæri nýs í svona social credit system, að stóru tæknifyrirtækin og ríkisvaldi muni rotta sér saman notkun á svona myndum og muni vera með ennþá meiri stjórn og lífi okkar. Já, að þau muni byrja að blanda sér, að stóru fiskarnir muni byrja að blanda sér inn í þetta. Já, og þeir muni bara taka yfir algoritma með öllu sínum tölvumætti og stýru honum og snýða til þetta sinni hættisemi. Það væri kostnaðarsamt. Já, taka yfir algoritma eða taka yfir Bitcoin-kerfið þá. Já, eða með Facebook, Google og Apple í liði með þeir og NSA og ég held að verði ekki flókið. Ég er nú svo gamall að ég man eftir því að ég bara kannski 95 þegar að interneti var svona frontier fyrir einstaklingsfrelsi og málfrelsi og annað slíkt. Það var nú heldur betur snúið skegn okkur og ég held að því miður að það sami verið på teiningi með Bitcoin. Já, sem sagt, það er bara tekið, stjórnvöld muni hafa
yfirhöndina. Já, þetta samkrull stjórnvalda og tæknifyrirtækja sem að við erum að sjá taka á sig sko svona svona skelfilegri mynd. En hvað með bara eins og stór fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að kaupa sig inn í Bitcoin-kerfið? Finnst þér það fráleitt? Já, sko auðvitað að segja þeir náttúrulega bara með aðra skoðun en ég kannski á þessu Tesla náttúrulega kaupir stóran hlut MicroStrategy er náttúrulega stórt dæmi þarna það máli deilum klikkunum sem er í gangi þar KPMG var að bjóða upp á einhverja ráðgjöf nýverið í tengslu við rafmyntir JP Morgan eitthvað aðeins svona liðkast til fyrir þessu Já Þóru Pálsson, tekur ekki þátt í þessu Nei, minna það var klári menn tekið sko rangar ákvarðanir fá öru við alda sko. Það er ekki rétt Jú, Isaac Newton til að mynda hann tapaði mikið hann á South Sea Bubble sko menn hafa ekki verið mikið klárar en hann en svo bara kemur þetta í ljós ég alveg rólegur yfir þessu Já. Þú sagðir að hann sé gott hann Daniel Ólafsson plötusnúður sagði if money never sleeps af hverju þá kaupallin lokað á gamlastag og þú svarar Skuldabréf að vinna vinnuna sína dag og nótt alla daga ársins en hafði ekki áhyggjur af hlutabréfum ávöxtun þeirra kemur að því að halda þeim en ekki treyta því. Trading er zero sum game en fjárfesting í arðbærum fyrirtækjum positive sum game. Já. Getum við eitthvað krufið þetta eins? Hvað meinarðu með þessum orðum? Já, ég held að sko margir sem ímynda sér það að trading sé það sem við verum með verðmæti og ég held að fólk sem Skilgir aðeins trading? Já, það er bara að kaupa og selja Já, og kannski svona aðeins örar heldur en öðru sko. Það er ógeðslega dýrt að treyta og sko aftur eins og við nefndum áðan sko, það sem þú fær borga fyrir með því að sko, halda á hlutabrifum það er að halda á óvissunni og halda á þeim í langa tíma þannig skýrar langt bestir ávöxtun en segjum til að mynda að þú sért með bara safni í einhverjum bankanum eigin okkur hlutabrif og átt viðskipti í gegnum miðlun eða í gegnum netbanka og þú borgir eins og mér skilst að sé algengt 0,75% fyrir hver viðskipti segjum og þú ætlar að velta safninu 4 sinnum í árið þú ætlar að selja bréfin, kaupa bréfin einhver öðru félagi 4 sinnum þá munurinn og kaup og sölutilbúðum í kauphallinni hann er 1% Þannig að sko, og síðan með því að kaupa og selja að þá borgaru sko fyrir að fara inn og út 1,5%. 1,5% á sinni 4,6 og svo svo 8, svo átt að borga 8%. Þú átt að borga einhver svona cirka 14-15% fyrir af höfustólnum fyrir að velta safninu 4 sinnum í staðins að og svo þú þarft að vera helviti miklu betur en allur markaðurinn til þess að það borgi sér nokkuð tíman. Einmitt, og þarna líka er svona smá umræða með að vera betra markaðurinn. Er það ekki, ég meina hversu, hvað maður að segja, skilvirkur eða efficient er markaðurinn nú þegar og það er oft svona umræða að maður aldrei að láta, að það sé ekki ráðlegt að láta í sjóði, heldur frekar bara að kaupa í vísitölu og það sé erfitt fyrir sjóði að vinna vísitöluna sjálfa í ávöxtun. Hvað finnst þér þetta? Já, ég held að það sé margt til í þessu og ég held og ég er alltaf að horfa á það og alltaf að vera svona hvað maður segja, lítiláttur eða hömbl sko, gagnvart markaðina sko, þeir sem eru að sko treyta móti það er engir vitleysingar sko, þannig að þú þarft að vera ansi sko vissi þinni sög til þess að gera þetta. Vandamáli með vísitölu og vísitölusjóðu á Íslandi og ég held ástæðan fyrir því að það er aldrei einhvern veginn náðneitni útbreiðslu er að það er bara óskup einfallega svo núna allan eftir hrun það var svo fá fyrirtæki það er alltaf sagt og það er fræg grein sem var skrifuð í 1977 sko það ef að þú kaupir að sko þú getur allir sértækir áhættu hlutabréfa með því að velja sko hlutabréf af handahófi í kaupallinni og þá er það þannig að þú eyðir mann ekki annað 95-98% af hlutabréfum, af sértækir áhættu hlutabréfa færð þá bara sko nánast sko ávöxtuna sem að markaðurinn býður upp á með því að velja minni 18 hlutabréf. Það er bara mjög stutt síðan að það voru 18 hlutabréf í kaupöllun í Íslandi. Og það geta verkum að kaupöllun hefur verið dóminur eða fyrirtæki. Framan af framtíðskast 2016 var kaupöllun algjörlega dóminur eða af Íslandi
Fram til 2016? Já, Okay. sko frá hruni og þá var Icelandair kannski yfir 35%. Síðan fer það niður og það eru dóminerað af Marel og Marel held ég sko allan einhver vísitölu náði hæst 58%. Þannig að þú ert að kaupa vísitöluna, þú veist, þá ert að kaupa sértæka áhættu á eitt hlutabréf. Ég myndi að ráða ekki öllum að vera að byggja upp svona safn til þess að sitja á til langs tíma að ég myndi að halda svona 25-30% væri alveg hámark sem þú getur verið með í einu hlutabréfi. Í einu? Já. Þannig að ef einhver ætlar bara stefnir í háa verðbólgu og þeim langar að reyna að ávaxta peningin sinn bara með eitthvað lítið fjá á milli handana sem að vil sitja í fjárfestingar 25% max í eitt bréf. Það mun svona skjóta fyrir meðminni, já. Og en hvað með bara eins og hlutabréf á móti skuldabréf? Já, það fer auðvitað svolítið mikið eftir sko æviskeiði fólks. Já, akkurat. Þannig að nú finnst mér þú vera að draga mig óþægilega nálægt fjármálaráðgjöf. Já, bara við förum eins nálægt þess að við getum. Já. Finnst þér það 25% í eitt hlutabréf og rest bara í rafmyntir eða? Nei, af hlutabréfasafninu svo verður fólk að þetta bara eiga við sjálfsög hvort það vil fara í þetta innan rafmyndaleikið ekki. Ok. Hvað heldur að muni keyra hagvöxt næstu ára? Þrátt fyrir þunglindis umræði hérna. Já, ég held að ég man bara fyrir fámánu síðan sko, voru alltaf að segja, það er allt svo glata á Íslandi, hvar er næsta Össur eða næsta Marel sko. Svo síðan er það bara þannig að svona fyrirtæki og svona sprotar þeir koma bara alltaf það sem átt síst vonaði. Það er bara að sitja sko endalausa skýslur, ég meina eftir hrun var McKinsey skýsla og það var einhver 20 hópur og ég man því ég var komin frá námi 95 að þá voru endalausa skýslur og fjallum einhverju uppbyggingu og íslensku atvinnulífi og settar einhverja nefndir og svæðiskjarnar og ráð í einhverju ráðuneytum að gera þetta. Síðan bara þess bara svo mikil orka og kraftur í fólkinu svo lengi sem það hefur svigrún til þess og hefur aðganga fjármagni, það komið upp ótrúlega hlutir og menna við sjáum mér náttúrulega bara núna nýjast að þá við sjáum náttúrulega fyrirtæki eins og Controlant, eins og Keresis, ég man ekki svolítið, Sidekick Health og Alvotech, alls konar fyrirtæki sem að stíga fram og fullt af fyrirtæki sem ég veit ekki og þetta eru fyrirtæki sem byggja mikið á þekkingu og á hugviti og svo eru þetta, ég veit að það er líka fyrirtæki innan orkugeirans, til þess carbon recycling og einhver fleiri sem ég man ekki nöfnin á, bara fullt af hlutum að gerast, þannig ég held að ég er mjög bjartsýnn á framtíðina. Og svo er klart sem nefnir líka þess annað, mér er nú illa við það, en þess að mér er alveg megin illa við sjókvíeldi, ég held að sé mikil mistök af Íslendingum að fara út í það þegar að við erum alveg við það að fá nýja tækni sem miklu betri, en það er náttúrulega uppgangun í laxeldinu bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum og þetta er svo huge business og möguleikarnir eru svo miklir, þó ég myndi auðvitað vilja að þetta er fært á land en maður ætla að átta sig á, ég er nýbúin að sýta kynningu á svo, ég er nýbúin að vera að skoða þessi fyrirtæki þess að við erum alltaf að tala stóru íslensku sjávarútvegs risana og svo framvegis. Það er svona í alþjóðlegu samhengi þetta algjör smáfyrirtæki og ég ætla bara að sjá Bakkafrost í Færeyjum sem við lítum nú alltaf á sem litlu frændur okkar, að þeir eru núna að stækka sjókvíaeldi sitt, þannig að 26 verður komni með framleiðslugetu og 150-180.000 tonn, en svona til samanburða það var allur þorskveiðikvóti Íslands rétt rúmlega 200.000 tonn síðast aðtöðaði. Og Movi sem er stærsta fyrirtæki í Noregi, að mér svona sýndist árið 2020 að það væri með svona rúmlega tvöfaldan þorskkvóta Íslendinga í framleiðslu. 400.000 tonn. Já, þetta voru með í nokkrum mismunandi löndum, já, það er rúmlega það, 450 minnum með það verið, þannig að þetta er alveg huge bransi og þetta getur haft áhrif.
Ok, og það vorum að tala skítu að bólinn áðan. Sérðu fyrir þér á, það var margir gjaldmiðlar svona, hvað maður segja, verið dóminerandi eða verið alheimsgjaldmiðlar í gegnum árhundruðin. Hvar meturðu dollaran í dag og svona sambúri við uppvöxt Kína? Já, ég held að dollarinn sko, hann verði áfram og það eru þetta blíkur lofti, ég menn þess að aðgerði núna rússum eru miklu harðari heldur við sáum nokkuð tíman í kaldastuðinu og það færi þetta aðra aðeila til þess að hugsa sig og önnur ríki og til þess að Wall Street Journal skrifaði það nýlega að það verið svona að vera að koma í kapplöp í að safna að hráfurum og hráfururnar sem eru kannski svona mörguliti nýrgjaldmiðl sem er mjög slæmt vegna þess að það er náttúrulega nú þegar mikill skortur á hráfurum og hráfurur eins og hveiti, ég meina síðast að hveitiverð fór svona upp úr öllu valdi var að þá urðu óverðin miðausturlöndum arabíska vorið og nú telja margir að einmitt að eldgos í Lakakígum hafi valdið uppskýru bresti í Frakklandi sem leiddi til fransku stjórnarbyltingarnar. Þetta er bara sú vara sem það þarf að vera í lagi og það ekki sem er mjög ókveikjandi en svona að gefnum aftur sko þessum slæmu kostum sem menn hafa í gjaldmiðlamálum að þá held ég að dollarin verði áfram skásti kosturinn enn sinn og til þess að mennum margir að velta fyrir sig sko, já, Kínverjar mun ekki bara henda bandarísku ríkisskuldabréfunum sínum og eða sko selja þau og það verið gríðarleg verðbólga. Ég held að það sé ekki séns en þess að ég held að sko Bandaríkin myndi þola illa verðbólgusjokk vissilega en ég held að Kína færi ennþá verð út úr því en þess að bandaríska hagkerfið er ótrúlega sveigjanlegt og meðan kínverska virðist verða það miklu síður eins og við sjáum til hans í öllu þessu hafari í kringum fasteignafélögin þar. Ég held að dollarinn verði áfram sterkast í gjaldmiðlinn en svona traust á gjaldmiðlum almennt gæti minnkað. Og jafnvel ef traust á gjaldmiðlum bara heilt yfir. Vá. Já, og það var að tala í tengslu við hrávöruverð líka. Já, þá menn mjög frekar vilja fjárfesta í raunveru hlutum eins og hrávöru. Byrja þá ekki bara eitthvað skrítir stemming með að fólk að gíra sig á einhverju hrávörumarkað og keyra þannig upp verðið á hrávöru og bara einhverju gróðastarsemi meðan að fólk bara að reyna að kaupa sér hrávöru til eigin nota. Já. Eins og bara að gerast með fasteignamarkaðinn í dag. Miklu vera. Sko, hrávörumarkaðinn hann er bæði ógagnsær og spilti, ég var nýlega að lesa bók sem heitir The World for Sale eftir Blaðmann og Bloomberg Javier Blas sem að fer yfir sko sögur hrávarumarkaðarins á 2000-öldinni og þetta er bara ekki hægt að lýsa þessu öðruvísi en bara að sletta þetta er meira átt að shitsjó. En eins og þú segir, ógagnsær, ég meina þú veist, ég bara tek undir það en það er líka bara út af eigin fáfræði en maður bara verður ekkert eitthvað var við einhverja svona, þú veist, ég meina tölur eða fréttir af þessu markaði? Það er engin markaður jafn spiltur og ráðurumarkaðurinn. Akkur segir það? Bara þeir eru búin að vera í fara fram hjá viðskiptaþvingunum og bönnum árum saman og ég búin að fjármagna marga helstu harðstjóra heims árum saman það sem við erum að gera með þessu kerfi og í olíunni og já, bara þessi þetta er bara slæmi markaður eins og hann er í dag. Og alþjóðavæðingin ef hún minnkar eins og fyrir Bandaríkjamenn að kaupa sér aðkeypt vinnuafl eða að láta framleiða hluti í Kína og þess að þetta náttúrulega er hryllilegt fyrir Bandaríkin eða þetta minnkar. Já, þetta þýðir bara hærra verð. Og aukinn hagvöxtur í Kína myndi leiða til hærri launa þar? Já, þannig að það verður dýrara fyrir Bandaríkin að kaupa vinnur þar? Já, sko það er spurning hvort að aukin laun sé sko þá ekki bara út af því að það eru falla aukinni framleiðinni og þá skiptir Bandaríkjamenn engu máli. Ég meina sko betri lífskjör viðskiptaþjóð okkar er okkur í vili en ekki óhentug fyrir okkur og saman með Bandaríkjamenn og bara allar aðra þjóðir. Sko hagsæld í heiminum hangir saman á jákvæðan hátt svo lengi sem að við erum með því að opna markaði. Hagsæld í heiminum öllum? Já, svona allan í svona kerfum sem eru svona tradingkerfi, já, sem eiga viðskipti, alþjóða viðskipti, já. Ég svona meira með öllum, sko, en svo ertum við þetta með svona
einhverja útnóra lokaði af eins og Norður Kóreu og annars lík sko sjálfsög bara svona til að draga þetta aftur að því sem við komum að í byrjun og sem ég kom að í byrjun með þáttöku á hlutabréfamarkaði og þess að þar og hvað margir að koma eflaust nýir inn en ekki aftur inn á markaðin þú ert búin að sjá tímana tvenna og þú ert búin að horfa á nokkrar sveiflur og vantilega búin að kynna þér sveiflur bara í gegnum tíðina þegar þú sér stýrivaxtalækkun Seðlabankans þegar COVID skellur á veistu að eignaverð að fara að keyrast upp bregstu við í takt við stýrivaxtalækkun sko ég veit aldrei neitt ekki verið kannar á marka en ég mynda með væntingar ég býst við hlutum og ég bjóst við því að svo sem að hlutin myndi braggast en þú veist það er erfitt að spá fyrir nákvæmlega hvað myndi gerast ég bjóst við að lokanir myndi hafa verri efnaðslega áhrif heldur en þau gerðu og ég held að ástæðan sé svo að það var bara ósköp einfallega dælt peningum út úr kerfi með ríkissjóði og verðmiðina því núna er verðbólgan en svona þess hvernig bjóst nákvæmlega við COVID að ég get allan sagt að ég var ekkert svo rosalega stressaður og mun minna stressaður heldur en núna ég held að þessi krísa í kringum Úkraínu miklu alvarlegur og miklu heimsögulegur atburður heldur en COVID-krísan og bara fyrir í rauninni bara hagkerfið allt já bara fyrir efnahagsþróun og stjórnmálaþróun og þá erum við að tala þessi mál sem við erum að tala í tengslu við hrávörurnar og þess að þar Já, hrávörurnar og gjaldeyrismarkaðina og svo bara viðhorf til alþjóðavæðingar og samvinnu þjóða. Akkurat. Ég meina að tala ekki með að fara að skipta sig upp í blokki sko menn einhverju leiti svona að bera blak af Rússum en ég held reyndar að sem betur fyrir gangi Rússum það illa að það mun svona færri og færri vera tilbúinir að stökkva þann vagn. Þetta er ansi góð yfirferð hjá okkur Þórður. Mér langar að spyrja aðeins í lokin undir, þú varst að tala lífsgæði að láni. Já. Hringið það bjöllum? Já. Getur þú aðeins útskýrt hvað fréttir bárust og hvað þér finnst þar? Já, það er þetta að kaupmátturinn hafi aukist í COVID þrátt verið að það hafi verið miklu minni vinna og miklu minni verðmætasköpun. Það var auðvitað gert með þessari lántöku og miklu stuðningi við atvinnulífi frá ríkisvaldinu og en núna auðvitað komið að gjaldaðan og þeim lánum sem við slóðum fyrir því og það er að miklu leiti í verðbólgunni sem við erum að sjá það er það sem ég var að vísi og já, þetta sé mögulega bara fengið að láni þetta sé ekki raunverulegt að þetta sé þó svo að þetta sé mæleining og hún sé að fara upp þá er þetta ekkit endilega búðar þetta ekkit svo gott Þetta er auðvitað að búa gott með það í stendur en það er en það þarf að borga kostnaðina í seinna. Já, akkurat. Er eitthvað sem að þú vilt tekla undir lokin? Eitthvað hagkerfi sem að þú hefur sérstakann áhuga og ég er að gjörsamlega skauta framhjá? Ekki svo ég muni, þetta var ansi góð yfirferð hjá okkur. Það var svona eitthvað fleira. Bara ólympíski lyftingaferðliðin, sko. Já. Hann hefur nú ekki mikil áhrif á hagkerfið, eða? Nei, það er svona eitt helsta áhugamál mitt, ólympískar lyftingar. Hvet allar til að skoða það gríðarlega gott fyrir búkinn. Já, einmitt. Og Gvendur sig er lifandi sönnum þess. Já, nákvæmlega. Ég fekk mína fyrstu tilsögn í ólympískar lyftingu hjá Guðmundi Sigurðssyni og hefur bara verið heillaður sportið síðan og hefur aldrei verið betri í skrokknum heldur en eftir ég byrjaði að gera þetta bæði på teygjur og minni verki og aukinn kraft og styrk. Já, ég byrði ekki meira sko. Nei, og það er bara og það er auðvitað það sem kannski við segja sko með hagkerfi og tengt að við þetta það er auðvitað það sem að sko grunnur allra verðmæta að það er auðvitað tíminn og það sem gefur okkur tíman að það er heilsan þannig að það má auðvitað ekki gleyma að hugsa um það er kannski það sem er svona mikilvægast. Mjög gott. Eitt líka út að þú ert reynilega mjög fróðleiksfús og greinilega drekkur í upplýsingar saman hvað tungumálaðar eru. Einhverjar svona ábendingar fyrir fólk sem langar að fræðast meir þetta og þú veist það sést alveg og þú verður örugglega var við það bara svona almenningur kannski hefur smá áhyggjur af því sem er að gerast á fasteignamarkaði, það hefur áhyggjur af stýrivöxtum, það hefur áhyggjur af hlutabréfum, er ég að kaupa toppinn
ég, þú veist, ég mun ég ráða við afborgunarna mínar, hvernig svona ég hætta að finna ekki íslensk orðið fyrir þetta, en hvernig navigata maður svona landslag og fjármálin og þess að Já, sko, ég skil þess fyrstulega, sko, ef þú hefur áhyggjur af því að kaupa, sko, toppinn til þess á fastegnum það veist ekki halda það sér óvinnilegt, það halda það allir, það ég held að líka því ég geti húsið mitt 2004. Nú ef að að fólk að kaupa fasteign til þess að búa í, nú ég er búin að búa í húsinu mínu 18 ár, sko, að veist að þá skiptir sjálfs ekki máli hvort að maður sé að kaupa toppin eða ekki, venast að það jafnast út og skemmri sveiflur ættu svona eyðast í almennir hækkunartrendinu yfir langan tíma en þá er þetta spurningin, sko, hvort að fólk hafi ráð á því, venast að getur að slegið fólk út á leiðin að ná ekki að ráða við afborganir og þá verður þetta fólk að fara varlega, ég veit ekki alveg hvernig maður getur, sko, ráðlagt endilega með það en síðan aftur móti líka ef fólk að kaupa, myndi ekki segja það, sko, ef fólk að kaupa húsnæði og það sér fyrir sér alltaf búa stuttar þá er það eins og þess að kaupa hlutabréf fyrir pening sem það hefur ekki endilega ráð á að taka tap á að þá þurfa þetta að fara, sko, ekstra varlegar vegna þess að sko þess núna bæði í söluvirði en svo líka bara ánægðin að búið í húsinu í 18 ár og vonandi sér lengst áfram þá þess hvort að borga einhverjum prósentum meira eða minna fyrir húsið þarna í eldgamla daga, sko, skiptir einhver máli Ég veit, mælur með einhverjum bókum eða einhverju svona sem fyrir fólk sem vil taka einhver skref inn í enn frumskók Já, það er góð spurning og ég svo sem man ekki eftir neinu bókum sem koma, sko, beint inn á þetta, ég veit þó að Gunnar Baldvinsson hefur skrifað fína bækur lífeyrismál og svo veit ég held að Sigurbjörn Stefánsson hjá Íslandsbanka skrifað einhver svona bækur og Íslandsstefni fjármál man ekki alveg hvernig það var samt, sko, en bók sem mér fannst mjög skemmtilegt til þess að hugsa fjármál og fjármálamarkaði og óvissun og það sem að taka við Fooled by Randomness eftir Nassim Taleb og ég reyndar get ég sagt það að ég byrjaði tvisvar sinnum bókinni á henni í klárana þess að hann er svolítið góður með sig og róka ekki ykkur en bókin er frábær og önnur bók eftir hann er Anti-Fragile svo nefndi ég áðan bókina Hrávörumarkin eftir Javier Blas sem hún alveg frábær The World for Sale já. Nú svo svona fjárfestingabókum sem að ég lesi í gegnum tíðina þá ég haft mjög gaman af fjármálasögu og Wiley bókugan John Wiley þeir eru með svona seríu yfir klassik í finance og nánast allar bækur í þeirri bókur sko, get ég mælt með fólk þarf að kíkja á þetta fólk þarf að bókasafni Herri Þórður, það er bara búin að frábært að spjalla við eitthvað sem við þurfum að plugga hérna í lókin ertu í prófkjöri eða eitthvað svolítið ekkert eitthvað Þór Pálsson í 4. sæti hérna hér og þar Nei, það er Þórður Pálsson alltaf í 1. sæti alltaf hjá mér Já, sjálfsögur, hjá mér líka Þórður, takk hérlega fyrir spjallið Takk hérlega